Já, velkomin að Rauðaborðinu. Við ætlum að fara víða í kvöld, meðal annars til Kína. Í lok þáttarins að þá ræði ég við Geir Sigurðsson sem er mikill Kínafræðingur og alltaf gaman að tala við fólk sem að elskar þessi lönd sem við erum að tala við þau um. Ég veit ekki hvort það hafi hlustað á þegar ég talaði við Hólmfríði Garðarsdóttur um Suður Ameríku hérna fyrir helgi. Ég býst við að ferðalag okkar til Kína með Geir verði svipað. Hann er hafsjór af fróðleik um Kína. Og hann vil byrja svolítið að tala um Kína svona sem heimsveldi, stöðu Kína í svona heimsvelda átökum sem að Bandaríkin eru efna til, en svo fórum við náttúrulega inn í Kína og ræðum ýmislegt þeirra mál og Tævan og Hong Kong og Tíbet og guð má vita hvað ekki. Kolbrún Kolbeinsdóttir er kynjafræðingur sem gerði úttekt á konungoti. Hún María Pétursdóttir ætlar að ræða við hana stöðu þess hóps sem að þarf á konungoti að halda og hvernig þjónusta við hann eflir hópinn og kannski skortur af þjónustu veikir hann og náttúrulega einstakleikan í honum. Jón Gunnar Ottosson sem var áður forstjóri Náttúrufræðistofnunar. Við höfum sagt frá því hér þegar við að fara yfir svona fréttir að hann hefur gagnrýnt að það er hugmyndur að skógrækt geti bundið kolefni og séu að stórtæk skógrækt geti hjálpað okkur til þess að eyða loftslagsvánni. Hann er bent á það að við skógrækta þá er raunverulega losun mörg fyrstu árin og það er kannski ekki fyrir eftir 50 ár sem að kolefni fara að bindast, þannig að sá sem ætlar að kolefnisjafna flugið sitt með Icelandair eða Toyota bifreiðina sem hann keypti er náttúrulega ekki að gera það því að líklega verður fólk komið undir græna torfu áður en að skógjarnir fara að hafa jákvæð áhrif á loftslagið. En Jón Gunnar hefur líka gagnrýnt að það er selda svona vottanir hérna á Íslandi sem að standast ekki svona alþjóðlega vottun, þannig að hugmyndi mannum að rækta skóg og græða svo stórkostlega í framtíðin á því að vera að selja kolefnisjöfnun gengur kannski ekki upp vegna þess að það er alls óvíst hvort að þessi skógar sem hefur verið rækta núna, eða megnið af þeim, standist þessa vottun og verði þar nefnt ekki þessi gullgröftur sem að stundum að heyra og bara nýlega í fréttum. Breki Karlsson, formaður Neytendasamtaka, hann komið inn að stundum nú ætla ég að ræða við hann neytendaverð á tímum óðaverðbólgu. Það breytist allt við óðaverðbólguna, ekki síst staða neytenda, staða lántakenda og náttúrulega okkar neytenda bara út í búð. Það tala við Breka þá hlið dýrtíðarinnar. Ef við byrjum á fréttum dagsins sem er kannski bara dýrtíð og sama. Já, það er kannski bara dýrtíðin og þetta er rætt inn á þingi og víðar. Bjarni sverar sér ábyrgð og bendir á framúrakstur ríkisstofnana, svo heilbrigðiskerfið og... Já, það var svolítið. Já. Það var hérna Ásgeir Brynjar, ég veit fólk sem að sá það ekki, að flettaði upp á YouTube, það var hérna í gær. Já. Og hann var að lýsa hvað það væri alvarlegt staða og hann eins og fleiri hafa bent á að verðbólga er ekki síst þessi mikli halli á ríkissjóði sem er verðbólgu. Að valda verðbólgunni, já. Og það verður að sækja þetta er svo tvennt sem er verið að sækja að Bjarna. Annars vegar það að reka ríkissjóð með svona rosalugum halla í miklu góðari og óðaverðbólgu og það er bara ég spurði nú Ásgeir Brynjar ekki hvort það verður ekki bara glæpsalegt. Þetta er akkurat bara það sem þú alls ekki að gera. Já. En síðan er líka sótt að honum að það er verðbólgan veldur framfærslu kreppu, cost of living crisis eins og þau kallaði í Breitlandi til dæmis. Og þá bregðast stjórnvöld einhver leyti við að verja tekjulægstu og viðkvæmustu hópana fyrir áhrif verðbólgunar. Þau eru ekkert búin að gera neitt slíkt. Nei, og verðbólgunar er búin að éta áhrifin á öllu sem gerðum áramótin. Og það er bara, það er rétt komið febrúar. Já, einmitt. Þannig að þau gerðu allt og lítið. Já. Og það er verið að, en hann fór að verja sig þessu. Það er vandamáli verið það að veri framúrakstur og hann ætlaði aldeilis að taka á því seinna verið. Já, einmitt. Og svo framúrakstur hverja, það er svona stofnana og meðal þessi heilbrigðiskerfinu.
Þannig ég veit ekki, ég hef ekki eitt neitt haldaði fram að framúrakstur í heilbrigðiskerfinu sé verðbólgu hvati. Nei, einmitt. Þetta er bara línatök í ríkisfjármálum. Einmitt. En hann að boða aukið aðhald, niðurskurð. Já, einmitt. Nei, ég ætla að segja, já, það er náttúrulega, hann náttúrulega boðar svo sem alltaf aukið aðhald sko á almenning á okkur nátt. Og skattalækkanir og allt þetta. Það fyrir næstu kosningar, miklu skattalækkanir. Já, einmitt. En það kom svolítið fram hjá Brynjari í gærkvöldi líka. Já, Ásgeiri Brynjari. Ekki Brynjari Níelsinni sem er komin á þing, hann er varaþingmaður. Hann er nú á þingi núna, tekur þátt í umræðum. Merkilegt nokk. Nei, en það kom fram hjá Ásgeiri Brynjari í gær líka að öllum líkindum hefðu kannski líka þessar vaxtahækkanir verið allt og hraðar og gerst allt og skarpt og hratt. Já, það er það er stundu sagt að áhrifin alltaf mikið í einu einhvern veginn var að tala. Nei, það er oft sagt að áhrifin af vaxtahækkunum Seðlabankans takir svona 14 til 18 mánuð að koma fram, það var eitthvað cirka bát. Já. Og svo hækkaru og það virkar ekki og hækka meira og hækka virka og svo byrjar þetta allt inn að virka og þá getur komið svona niðursveiflað og keyrir bara hagkerfið niður í kreppu. Það var, við heyrðist Ásgeir vera að hafa óttast þetta en Bjarni var síðast þegar Seðlabankinn hækkaði í febrúar, það er ennþá febrúar, fyrir í þessu mánuði, 8. febrúar. Þá sagði Bjarni, var hann svona fói og sagði það verið bara auðvitað hefði Seðlabankinn alltaf misrýna verðbólguna, alltaf veðja of lága verðbólgu, þannig að nú myndi... Þeir hefði ekki hækka nóg mikið í einu. Já, þannig að verðbólga væri miklu meiri og þess vegna hefði nátt að hækka meira og fyrr. Ég veit ekki hvort þetta standist út af þessu sem er að segja hvað þetta er segfljótandi. Já, en hann var samt að líka saman við líka bara, hvernig þetta er gert við það í Evrópu, það var þetta kannski bara prósent og því sem var verið að hækkum hér, það var einhvern veginn, eða brot úr prósentur skilur, það sé svo mikið yfirleitt minni hækkun. Ásgeir Brynjar var að tala um það ekki. Það var reyndar benti á það að þegar að Seðlabankinn hækkar vexti í Skandinavíu, þá hækka bankarnir vextir sína með miklu minna. Hérna er það bara regla að þegar Seðlabankinn hækkar vexti 0,5%, þá bara 3 kortur setna þá er það bara komið á almenning. Þannig að bankarnir eru með engan hátt með einhverju svona jöfnun til lengri tíma. Þeir bara móka þessu öllu beint á kúnana. Já, sem er náttúrulega bara ætti bara að banna, Já, nákvæmlega. Ef það er þannig að hinn svokallaði markaður getur ekki hegðað sér, þá voru náttúrulega að setja reglur á hann og banna og setja leiguþak og hvað vera. Það er ekki hægt að hegða sér eins og bjérstíja og vilja svo samt vera frjáls, Nei, nákvæmlega. Ef þú kemur ekki heim, María, þá færðu ekki frjálsan útvistatíma. Þá er bara reglan að þú verður að vera komin heim fyrir 10. Já, og þú heldur að það myndi virka á mig. Ég veit ekki. Kannski ekki heldur á markaðin. Nei, ég held að það er mjög ákveðin brotavilji, en þá náttúrulega skiptir ekki máli hvort þú breytir lögunum. Nei, nákvæmlega. En það er svolítið það sem er sérstakt við þetta var sjokk þegar verðbólgutölurnar komu í gærmorgun. Já. Og það er svona vit að það þarf einhverja stórkostlega stefnubreytingu stjórnvalda ef það á ekki að vera bara hækkun 1% stýrifærstum, jafnvel meira. Já, einmitt. Og þetta verði bara svona eins og hann var að tala um líka, að þetta verði bara svona mjög langvarandi vandamál. Já, það er enginn að ná tökum á þessari verðbólgu, en það er enginn að bregðast við, það er hallar ríkissjóði. Og það er náttúrulega, það er ekki að bregðast við því. Nei. Bjarni var hann var eitthvað, það var að vera gaggrann gatið á ríkissjóði og þá sagði hann eitthvað svona, mig grunar að tekjur ríkisins eigi eftir að verða meiri og það þarf ekki að gruna það sem að gerist í verðbólgu, segjum að þú gerir ráð fyrir þessi 5% verðbólgu, svo verður þú 10%. Þá aukast tekjurna þinnar, af vaskinum, meiri sér á launa, tekjuskatti einstaklinga allt sem er veldutengt kemur til þín að meira. Fjárlögin er eins og þar er alltaf í föstum krónutölum, þannig þá batnar staða ríkissjóðs í sjálfu sér en staða almenning svona alltaf bara versnar og líka staða ríkissjóðs er ekki að batna því að þetta þýðir umverulega að þú ert að þrengja að öllum ríkisrekstri
og þess vegna hann kannski að fara að segja núna að vandamál sé framúrakstur sem að sumuleyti bara eiginlega eðlilegur vegna þess að sko öll, þú veist, það kostar eitthvað að kaupa inn dót fyrir Landspítalann og svo hækka laun og eitthvað svona þannig að í mikilli verðbólgu þá er bara dýrar að reka óbreyttan Landspítala en þá vil Bjarni kalla það framúrakstur á meðan að hann svolítið svona stæra sig af því að þessi auknar tekjur ríkissjóðs eins og hann hafi búið til eitthvað svona gott umhverfi út í samfélaginu þannig að ríkissjóðu standi sér betur. Já, nákvæmlega. Stundum sko umræðunar þessi mál svo langt frá því að vera bara jarðtengdar sko. Já, einmitt. Og ekki síst þegar umræðu Bjarni að tala. Einmitt. En það svona uggur út af, sjást ég veit ekki hvort að setja marka, en svo kallaða markað, að það fallið bref í kaupildin lækka mikið. Hlutabréf hafa lækkað, einmitt. Kannski 3% á 2 dögum, rúmlega það. Ég veit ekki, það svona eins og 50 milljarðar hafi allt í nökuð upp. Og ég held að sé út af því að eins og ég segi sko að þegar verðbólgan komin á þetta skrið og þær aðferðir sem eru að nota hingað það auðvitað ekki að virka og þá til þess að trúa því að hún minki, að þá þarf það að trúa því að það veri stefnubreytingar stjórnvöldum sem ég held ekki trúi. Það ekkert að gerast. Það finnst mér vera svona uggurinn í bænum sko. Já. Einmitt, nákvæmlega. Og þá kemur það fram eins og býtu, já, við erum bara föst í svona verðbólgu, hún ekki að fara og hvernig, hvað ég að geyma hann arfin eftir mömmu, þú veist, ef ég 10 milljónir og ef við geymum hann bara inn á bók þá verður hann 9 milljónir. Einmitt, já. Það er svona vandi. Já, einmitt. Félög sem er ykkur að sjóði sem að þarf að geyma. Þú veist, ég meina þetta bara eðlilegar vangaveltur í svona ástandi. Og svo það sem kom fram hjá Ragnari Þór í gær að til þess að kjarasamningar sem hann gerði haldi verðgildi sínu miðað við verðbólgun sem er núna að þá verður það bara búið í sko jáfnvel seint í vor. Örugglega seint í sumar. Eftir það er bara verðbólgan að éta kaupmátturinn. Já, nákvæmlega. Og þá þarf það að trúa því að ríkisstjórnin komi í mitt sumar með breyti skattkerfinu, lækki skatta á lægstu tekjur. Hefur þú trúið á því? Nei. Ég veit ekki, sko, það þarf eitthvað mikið til það gerist. Ég meiri trúið því að þeir lækki skatta á þá ríku en meira. Það kom nefnilega fram í gær að meiri segja forstuðumenn hagdelda bankana sem oft nú bara svona nýfrjálsríkju páar það var sagt sko að það yrði að gera eitthvað sko það yrði eitthvað að gera til þess að verja hinn tekjulágu fyrir áhrifum verðbólgunar og við höfum ekki heyrt þetta áður. Þannig það svo allir átti sig á því, það verður að gera eitthvað og sá rennur fyrir fólki býtuðu líkunar á því að stjórnvöld gera eitthvað eru bara ekkert mikla sko. Þannig þetta held ég að sé tíðindi dagsins sko. Og setti eiginlega kjaradeilurnar í skuggan. Í skuggan, já. Allt í einu er þetta sama, allt í einu hvað er að gerast inn í karpúsi. Því að raunverulega stóru samningar sem búið að gera, þeir eru allir í uppnámi. Já, það var svona eitt samt sem að kannski stóð upp úr uppnámstengt í kjaradeilu SA í dag og það var ástráður Skamma Stefán Ólafsson fyrir að posta á Facebook. Svolítið fyndið. Já. Stefán er svona grandóld með í samninganefndinni. Og það er hann sem að færa fyrir reglustreikuna á putana. Hann er óþekkastur. Já, hann er óþekkastur. Hann er bara ofbauð, þannig greinilega. Gekk fram á honum. Þetta gekk fram á honum. Hann sagði þarna var verið að díla 1000 kall. Já. Þannig að Ástráð segir að þetta sé þetta er ekki rétt hjá Stefáni, það er svo önnur málsmaður og það er eiginlega sem er merkilegt þegar maður hann segir þetta þurfa að horfa á þetta í víðara samhengi en hann sagði ákveðna hluti til þess að þetta leggja fram miðlunartillögu þá var náttúrulega ganga úr skuggum að báðir aðilar séu sáttir við það að hún sé lögð fram þannig að lendi ekki það sama annar neitar að afhenda kjörgögn eða láta kostingu fara fram en svo sagði hann annað til þess að því að það er ekki hægt að setja allt inn í miðlunartillögu en það eru í kjarasamningur alls konar hlutir, það er svona sérmál eins og býst við að sé í sambandi við
bílstjórana sem að keyra eldsneytið, að þeir vilja fá svona leiðréttingu út af því að þeir eru með hættulega efni. Það er svona ýmis svona sérmál sem er þetta tróðin í miðlunartillögu og var ekkert í miðlunartillögu alls. Þannig að því meira sem Ástráður talar þetta mál, því augljósara verður að þessi miðlunartillögu alls var eitthvað bara gaggala gú. Alveg, já, einmitt. Þannig að eins og hann hefði bara samið en það koma með hann daginn eftir hann að fundin eða ekki, sem hann var bara í 1 mínútu. Já. En svona samið hann bara í einhverju reiðikasti, sko. Já, þetta var svolítið þannig, sko. Og þetta var náttúrulega bara svona rár samningur SA í rauninni, sko. Já, bara beint. Við starfsgrunnsambandi. Þannig að og það stemmir alveg við það sem Sólveig Anna hefur sagt, sko, að hann hafi í rauninni aldrei hlustað á kröfur Eflingar. Eða rætt neitt sérstaklega. Og það kannski munurinn sem að maður heyrir, sko, að Ástráður virðist alveg setja sig inn í kröfur Eflingar. Og Sólveig Anna lýsti hérna fyrir okkur að því Ástráður var sáttasemjari í deilu Eflingar við sveitafélögin og Reykjavíkurborg og hún talaði mitt að hann hefði heyrt, þá var það áður en hann var sko skipaður. Og þá var hann eiginlega að bera það saman, sko. Að munurinn hafi verið sá að Ástráður heyrði hvað Efling sagði. Akkurat. En bara Aðalsteinn Leifsson heyrði aldrei rétt. Nei, hlusta ekkert á það. En þetta er náttúrulega bara spurningum að vera kannski professional í vinnunni sinni eða ekki. Það sem ég held að vandamáli sé, sem er stærsta vandamálið, það sem að SA hefur barist gegn, er að Efling fái meiri en aðrir. En núna er eins og Efling hafi svona sett sig við að fá það ekki, heldur snýst þetta bara að laga launastigan. Og það getur verið ágreiningur úr það og það er kannski það sem að Stefán er að vísa til sem þessi þúskall til að frá. Hins vegar annar mál sem að SA hefur alltaf sagt, sko, sem er það að ef að þú ferði í verkfall, þá missur alla afturvirkni. Við semjum ekki afturvirkni að samningur byrji 1. nóvember ef að þú ferði í verkfall. Ég held að þetta sé sko stóra málið. Þetta standið núna. Já, því að það er ekki hægt að búa til miðlunartillögur þótt þú farir á móti Eflingu. Ef að þú mátt hvorki hækka umtalsvert, kannski þú veist 1000 til eða frá, en þú ætti að fórna sko afturvirkninni sem að kostar kannski nóvember, desember, janúar, febrúar, kostar kannski 200 skall á mann. Já. Þannig ef þú ætlar að bæta upp 200 skall á mann að þá þarftu eiginlega að hækka launinni á Eflingu kannski 35.000 umfram starfsgreiðsarbandið og það gengur ekki upp. Ég held að þetta sé dilemma þetta sé dilemma sem er í gangi núna. Það er ekkit ósannlegt. Og með því að það er orðið núna svona opinbert og viðurkennt og svo að SA hafi ekki alveg gert það þegar Efling taldi að miðluna til að aðalþess að það verið lögð fram án samráðs að þá er vita núna að Ástráður ætlar ekki að gera það nefnum með samráði þannig að það er ekkert skjól fyrir SA að segja þessi afturvirkni við höfum náttúrulega aldrei samþýtt hana en við verðum að bara láta þetta ganga undir allt hvaðið okkar félagsmanna að því að vita allir að hún verður ekki lögð fram nema með svona einskonar blessun samningsaðra. Þannig að ég held að þetta sé vandamálið. Já, akkurat. Þannig að það var önnur frétt. Já. Það er búið frétt á þingvislunni að því hún alltaf verið grann. Já, það er aðeins verkfallið farið að býta aðeins núna á þingmenn, sérstaklega núna. Ég veit ekki, kannski öllum saman þetta sko. Já. Þingvisla var alltaf í Súlnasamlingan alltaf. Ég hef unnið í þingvisla okkur tímann. Það skengja þar. 44% hótelrýmum í Reykjavík hafa lokað. Já, það var frétt sem kom í Hagstofunni. Hagstofan kom með 2 merkilegar til þeir. Ekkert merkilegar, það var bara nýtingu á hótelherbyggjum í janúar. Og þá sá ég að það var 77% nýting á hótelum í janúar í Reykjavík, sem er bara ótrúlega mikið. Já, það er ótrúlega mikið. Ég veit ekki, labbaru Laugaveginn og svona. Já, stundum. Já. Það er alveg krökt af túristum. Ég veit það. Það eru túristar út allan bæ, hérna niður í bæ. Stundum komið þannig í febrúar kom það er eitthvað svona frí, eitthvað þar í Asíu og allt í einu koma mikið Asíu. Nú er bara, það er bara frönsku og alls konar portugalsku. En maður sér þetta bara í nágrenni samstöðurinnar hérna. Það er bara mikið, það er náttúrulega mikið á hótelum hérna Söðurlandsbrautinni og hérna kring. Já. Og það er alltaf rosalega mikið að túristum hérna. En svo í janúar það þarf ekki að vera lögveinum sko. Já, en í janúar, þá er nýtingin utan Reykjavík bara allt nýr í 20%. Þannig að það að hótelin sé að loki Reykjavík er líklega skona eins og meirinn helmingurinn sé að þú veist, það er miklu meira að því að það er ekki margir sko í tjaldi á Örafum í febrúar. Í kuldanum, nei.
Þetta eru áhrif. En það svo var hinfrétti sem að koma í Hagstofunni. Já. Við komum með áætlunum landsframleiðslu í fyrra og það var held ég 6,7% hagvöxtur í fyrra. En þeir eru líka með landsframleiðslu á mann sem er 3,7% í fyrra. Þeir eru verið að semja kaup og kjör. Þá er það yfirleitt þannig að til þess að halda óbreyttri skiptingu milli launafólks og fyrirtækjaeigenda að þá þarf launafólki að fá verðbætur á launin sín og framleiðniaukningu sem við getum sagt að sé landsframleiðsla á mann svona heilt yfir. Nú er 10,2% verðbólga og það er 3,7% landsframleiðsla á mann í fyrra jókst. Þannig það ætti að vera að tala um svona 14% pluss sem lágmark. Ef að það er samið minna að þá er launafólk að sætta sig við það að fyrirtækjaeigendurnir fái meira. Já, einmitt. Þannig að, og ég man eftir þegar var verið að semja þarna í nóvember, samningarna sem var gengið frá hann í byrjun desember, að þá var láti grundvallar svona mata á stöðu þjóðarbúsins og fleira sem að samtök atvinnulífsins hafði búið til. Það hafði gert það þarna sem að var hagfræðingur, Konráð sem var hagfræðingur viðskiptaráðs og er núna orðið svona hagráðunautur SA. Þar var verið að tala um framleiðni og eitthvað svona. Þeir pössu sig á því að þetta er ekkert um framleiðni í síðasta ári. Nei, þannig að á bakvið svona matið á því hvað væri svigrúmið svo kallaða, þá vantaði þetta. Og 3,7% í það sem að var samið 6,7% hjá viðnaðamönnum og vestlunarmönnum er bara ótrúlega mikið, sko. Já, einmitt. Þannig að mér finnst þetta að vera enn eitt forsendubresturinn. Þetta er enn eitt forsendubresturinn, sko. Það er verðbólgan, vaxtahækkanirnar og svo að, sko, góðærið er miklu meira heldur en að vera látið. Já, nákvæmlega. Einmitt. Hvað er þetta meira? Heyrðu, það er frosinn fasteignamarkaðurinn. Já. Guðmundur Hrafn Arkinsson sem að stundum skrifa frétti fyrir okkur inn á samstöðinni, hann hefur verið að benda á þetta og svo var núna á samstöðinu var líka grein eftir mann sem að er hagfræðingur á okkur fasteignastofu sem að sýndi þetta ágætlega. Ég hefði átt að taka með okkur grafið sem hann var með. Af því að það sést hvenar fasteignamarkaðurinn frýs. Það er núna í haust þegar Seðlabankinn þrengir að lántökuskiljurum. Það er ekki vaxtaákvörðun. Nei, það er ekki að það er bara, línan er eitthvað svona bara að ferða svona einhver línu að gera, svo kemur þessi ákvörðun og það bara bara fellur. Það bara komst fólk ekki til gegnum greiðslumat. Það er bara eftirspurn eftir húsnæði, þetta er bara eins og fuglskotin á færi, sko, á lofti, hann bara fellur línan. Og er núna komin á eitthvað stað sem að, ég held að sé bara eitthvað stað stutt eftir röðun. Já, þetta er alveg, þetta er svakalegt. Já. Og verðið er frósið og það er gert með því að drepa eftirspurn eftir húsnæði hjá lágtekjufólki og fyrstu kaupendum. Þörf þeirra fyrir húsnæði fer ekki, en hins vegar bara frýs markaðurinn. Þetta fólk er fast inn á leigumarkaði sem er líklega má búast við að bara off-hitni. Já, og svo kannski þeir sem að líka hafa tekið tekið þessi lán sem að óverðtryggð lán og eru komnir í bara vandræði, komast ekki illa út úr því líka. Þannig að þetta er allt í þessu, sko. Fólk getur ekki endur fjármagnað, þetta er bara... Það er að ég er að tala um gröf. Það er leiðilegt að ég er að tala um gröf en get ekki sýnt þau. En ef maður ef ég tek óverðtryggð lán og þá húsnæðis- og mannvirkjastofnun birtir alltaf einu sinni mánuði skýrslu og eitt graf sem að hún fylgir eftir er sem sagt hvað getur þú tekið mikið lán fyrir 200 króna greiðslubyrði og fyrir bara svona er ekki bara 30 já, svona í lok ársins 2021 að þá gastu tekið 50 milljón króna lán. Já, gæst ekki svo hátt. Það er dottið niður í 28 miljónir núna. 28, já, einmitt. Og þá eftir að koma áhrifin af vaxtahækkun 1 eða 2, þannig að þetta endar bara í að vera helmingurinn. Já, einmitt. Þannig að þarna er dæmi um að hvernig fólk er frist úti, en svo gerist það að greiðslubyrðin. Þau eru með á 40 milljón króna láni sem að var þarna 150.000 krónur og er komið upp í 275, hækkað 125.000.
Þegar að vextinni voru lágir að þá hérna var fólk sem var búið að vera lokað inn á leigumarkaði fristast til þess að fara inn og það var hagkvæmast að taka óverðtryggð lán. Það fólki sem lendir í þessari klemmu og það allt í nú þarf að borga 125 krónur meira heldur þú gerðir þegar þú varst að gera plönin og þá segir fólki að þú hefðir átt en ég veit að bara eina leiðin til þess að eignast húsnæði var að taka 40 milljón krónar lán að þessu, en núna allt í nú komið með 125 milljón krónar meira og þá sagt ég að þú verður bara að skipta yfir í verðtryggt og þá fer fólki í bankan og fer í greiðslumat bara sorry þetta það sem honum var mjög tíðrætt Seðlabankastjórunum Ásgeiri þegar hann var satt fyrir svörum hann daginn hjá þinginu að það var bara, fólk getur alltaf það ekkert mál, fólk getur alltaf skipt yfir í verðtryggð lán ekki í fátækastafólki nei, það er nefnilega máli og það situr eftir, af því að þú fer ekki í greiðslumat þá borgar þú 125.000 skalli meira hver mánaðamót þá segja fyrir því búin að geta líklega séreignarsparnaðinn en þetta sama hátt og náttúrulega fólki sem á leigumarkaði þarf ofta að borga ennþá meira heldur fólk sem á sitt eigið húsnæði hefur geft náð að kaupa það er bara búið að sitja í vonleysinu allan tíman en þetta er svona dæmi eitthvað sem hélt að vera í sloppin en svo var hann ekki þetta er eins og hryllingsmynd svo allt í nú bara rís upp ég veit það þetta er alveg Ásgeir Jónsson svakalegt heyrðu, lífeyrissjóðirnir slutu viðræðum við ríkið sem að var svolítið fyrir séð ég veit ekki hvort að ykkur komið þetta óvart ég held ekki skuldabréfin þetta, ég veit ekki hvort að fólk mani þetta en Bjarni Ben birtist hérna í haust og sagðist alltaf að eyða skuldum sem hefur safnast upp eða snjóhengju eða hvað þetta kalla það fyrir séð að óbreyttu að mun ríkissjóður tapa 400 milljörðum það eru 5 landspítalar nýr á skuldabréfa útgáfu Íbúðalánasjóðs og hann var með eitthvað hugmyndur að neyða lífeyrissjóðina sem eiga megnið að þessum bréfum til þess að kyngja megninu á tapinu, hann ætlaði bara að taka eitthvað hluta á ríkissjóð sem að þýðir að þú tapar því sem skattgreiðandi eða hvernig að orða og flytja tapið yfir á lífeyrissjóðina þannig að þú tapir því sem eftirlaunþegi og lífeyrissjóðinir hafa eiginlega hafnað þessu frá upphafi og þeir komu strax með eitthvað svona lögfræðiálit og svona sem að kannski ætla að verja þetta, þannig að þeir segja núna við ætlum ekki að semja við þig og ef þú setur þessi lög sem þetta hóta að þá bara sjáumst við í dómstólnum þannig að þetta mun halda áfram Heyrðu Svala Jóhannesa Ragnheiðardóttir segir í viðtali í dag að Reykjavík get ekki einséð gistiskýli og þjónustu við heimilislausa þá ríkið þurfa að koma til og hún ekki starfsmaður Reykjavíkurborgar? Nei. En hún hjá Rauða krossinum. Ég ætla að tala við hana Kolbrúnu Kolbeinsdóttir hérna eftir og heyra aðeins hennar úttekt á stöðu þessara gistiskýla. Aðalega þess gistiskýli fyrir konur sem konukott, sem þetta eina. Og hver fjármagnar konukott? Það Reykjavíkurborg fjármagnar það en þetta eina gistiskýli sem útvistað í rauninni en fjármagnin kemur frá Reykjavíkurborg rótin sem sér reksturinn en öll gistiskýlin fyrir kalla eru út á Granda og niður á Lindagötu það allt Reykjavíkurborgin smáhísin út á Granda sem þetta rillingur svo smáhísi, ég veit ekki hvað komin í notkun upp í Guðnesi eitthvað held ég, var ekki eitthvað svo stendur til að setja svo vill enginn hafa þau stendur til að setja þau í Laugadalinn að það vill enginn hafa smáhúsin í sínum garði þetta svona en þeir sem eru heimilislausir á götu Reykjavíkurborgar náttúrulega ekki allt reykingar Reykjavíkurborgar svona það var alltaf sagt í gamla að höfuðborgarsvæði verið 2/3 af Reykjavík og Reykjavíkurborg verið 2/3 af þá ætti Reykjavíkurborg verið svona 43% eitthvað á móti hinu sveitarfélögunum þannig að Reykjavík minnihluti þannig að það skrítið að Reykjavíkurborg sjáum þetta allt eitt já, sjálfsögðu það bara þarf að setja einhvern veginn meiri einhver lög og reglugerðir í kringum það ekki til neinn heildstuð stefna einhvern veginn í þessum málum virðist vera þannig að það þarf einhvern veginn að
bæði var þetta reksturinn á svona fyrirbærum eins og neyðaskýlum eða fíkni biðstöðum. Hvernig þjónustofu fatlaða fjármögnuð? Hún fjármögnuð í gegnum sveitafélög og ríki. En ekki þetta? Nei. Þetta virðist vera svolítið bara á sveitafélögunum. Margir þeir sem eru heimilislausir mætti segja þessu fallaðir? Já, það nefnilega málið og það var það sem kom svolítið fram í viðtalinu sem ég tók við hana Kristínu Davíðsdóttur í gær, að ef að þú ert með mannesku sem glíma við fíknisjúkdóm og heimilisleysi og allan hennan pakka, ef að manneskjan kemst yfir á það að vera sko með fötlunamat og komast einhvern veginn inn í kerfið á þann hátt, að þá hann sko mikið betur settur. Þá getur hann komist inn í einhver svona búsetu úrræði sem að henta kannski mjög vel. Ég hef endar svo trú á því að fólk berjast fyrir eigin hagsmunum og það eru til sjúklingahópar sem ég geti verið í félagi Flógavíkra og hann geti allir verið í nema alkarnir áfengis- og vímundasjúklingar. Þeir eru ekki með svona félag. Það er til S.A.A. en það er ekki sjúklingafélag. Það er áhuga fólk áfengisvandan sem eru að byggja upp meðferð. Já. Sem er svona gert kraftaverk. Ég var formaður eins og ég og þá var ég mitt sko að við erum að eina af þessum við getum ekki bara verið það að vera hollvinasamtök Vox og meðferðarinnar. Heldur erum við að taka því alvarlega að vera hagsmunabaráttu félag sjúklingahópsins og berjast fyrir sko félagslegum úrbótum og öðru slíku. En það er svolítið flókið að breyta svona, það er einhver kultúr í félagi en raunverulega þú pælir í því að ég veit ekki hvort það setja að telja hausana að þetta með stærri sjúklingahópum í landinu. Já, það er alveg klart mál sko. Og langtleittir áfengis- og vímunarsjúklingar eru forveikt fólk sem að fær ekki þjónustu og bara út á götu eins og holdsveikissjúklingar voru á miðöldum. Já, einmitt. Já. Utan borgarmúrana? Já, setta bókasafnið. Setta bókasafnið, sko. Já, þannig að þeir eru ekki hluti af svona eitthvað sem maður myndi segja að veri bara eðlileg. Þetta fólk upplifir bara það ég aðeins sett alls þar, það kemur inn í búð og það beðum að fara. Alls konar fordóma, sko. Já. Ertu ekki bara að fara í 3 meðferðir? Við getum ekki stuttið áfram sem sjúkling. Nei, einmitt. En þú segir þetta ekki við krabba með sjúkling. Nei. Fórstu ekki geisla og lyfjameðferð og þá verður þú bara eiga þetta sjálfur. Þannig að alls konar svona vitlis í gangi. Sko. Já, og það sem er svo svolítið magna við þetta líka er það að sko, þú finnur innan mun á sko, geðsjúkdómum og fólki með líkamlega sjúkdóma og þú finnur innan mun á fólki með sko, vel skilgreinda líkamlega sjúkdóma og illa skilgreinda, sýnilega og ósýnilega. En svo sérðu líka það er svo gigtin lendur oft í vandræðum því að það er ekki að mynda hana. Já, einmitt, eða mælan í blóðpröfu. Það er ekki heldur að mynda alkoholisma. Nei, einmitt. En svo ertu með fíknisjúkdóm og þú getur ekki farið farvegur skaðaður eða slasaður inn á bráðamóttöku og búist við því endilega að fá hjálp. Af því að þú ert undir áhrifum. Þannig að það er líka... Og þá kemur svona löngu til þess að þjóna fólki einhver staðar á einhverjum bíl, undir einhverju brú. Já, þú færð ekki að leggjast inn á geðdeild svona nema þú bara verður edrú fyrst, skilurðu, þó þú sért alveg bullandi geðveikur. Þannig að það er einhvern veginn einhver rosaleg skekkja. Landspítalinn hefur reynt að þróa meðferð einhverja eða tígreinda svo kallað. Já, það eru einhver meðferðarúrræði inn á Landspítalanum. En var þetta sýnilega og ósýnilega sjúkdóma? þá var hérna einn af Kennedy-ættinni, ég held að þetta er Patrick Kennedy, hann er sérsagt, hann var sko áfengissjúklingur og ég held að hann hafi líka verið í svona ópíóðum og hann er líka svona manniskur eða svona bæpólar eða eitthvað. Og hann hefur verið að berjast fyrir þessu, hann satt á þingi í hérna öldungadeildinni með hérna Edward Kennedy, með frenda sínum og hætti á þingi að hann sagðist ekki nenn að vera á þingi þegar Edward Kennedy var hættur, Ted Kennedy
og hann fannst það bara þingi verið ekki að sama þegar dött verið farin, þannig að hætta þingi og þá fór hann að berjast að reyna samin að baráttu þeirra sem varu með geðsjúkdóma og fíknisjúkdóma og krafan var eiginlega svo að þeir sem að væru með andlega sjúkdóma, getum við kallað fengi sömu þjónust og þeir sem varu líkamlega sjúkdóma og það sem að hann gerði, ég fylgdist með þessu svona sín tíma þegar var ég að sá og svona. Mér fannst það vera svona barátta sem að mætti alveg koma hingað. Já, nákvæmlega, ég er sammála. Af því að þessir hópar eiga margt samílegt og margt sem er erfitt að tala það er til dæmis börn alkohólista og börn fólk sem á við geðræn vandamál að stríða. Þetta er svona hópar sem að sjúklingahópanir eiga rosalega erfitt með að tala það er margir fullir af samvinskupiti og eitthvað svoleiðis, þannig að við þyrftum ennst að finna eitthvað svona leið til þess að tala hérna bæði afleiðinga sjúkdómsins, þetta er oft sjúkdómar sem að valda gríðarlegu félagslegu hruni. Þetta er oft sjúkdómar sem að keyri fólk niður í fátækt. Það er kannski bryttum við upp á þessu í rauðaborðinu. Herðu, það er nú ekki mikið eftir nema fiskarnir þínir. Herðu, mér langar að tala strókufiskana, þetta er svona fyndnast. Það er strókufiskur. Það er eitthvað krútlegt við þess að frétt af því að það kom gat á netið hjá þeim hann í Skarðshlíð. Og var það eitthvað fiskur sem nagaði gatið og strauk? Það er ekki vitað, þetta var svona eitthvað það fór misjöfnum sögum að við sumum fréttum var þetta 10 cm gat og í öðrum fréttum var þetta 20 cm gat en þetta náttúrulega, það er stutt síðan að það sluppu út alveg gríðalegt magn af laxi út úr einhverju svona sjávareldi, þannig að þetta var náttúrulega svolítið sjokk að þarna hefði fundist gat en þeir greinilega hafa tilkynnt þetta strax og gerðu strax við einhverja bráðabirgðaviðgerð, svo fara þeir að leita laxi þannig kring í dag og fundu engan. En og hann er náttúrulega bara farin, ég meina hann getur farið hvert sem er þannig að en þetta sýnir þannig að þeir hafa vantarlega fundið gatið mjög fljótt, það hefur vantarlega ekki lekið þannig út lengi en þetta er samt svolítið krútlega frétt. Það er ekki þannig eldislaxin þessi hættur að kunna veiða og komi alltaf að biðja mat. Nei. En það er samt það er samt þannig að hann náttúrulega eftir því hvernig aðstæðum hann er alveg upp í að þá lærir hann mismikið. Laxinn sem er bara svona viltur lax í íslenskum ám, hann er klárastur hann er mikið klárari að lifa af. Það segja nú bara viltufiskarnir sem eru ákveðna fordóma gagnvart eldisfiskum. Já, þú gæti túlkað þannig. Það er ekki litið niður á eldisfiski svona. Jú, en ég meina veiðimenn líta niður á hann eða veiðan. Jú. Það er voða spennandi að veiða ekkert fisk og svo draga þær og það er eldisfiskur, þá finnst þér eins og það verið gabbaðir. Já, enda þeir eru náttúrulega bara svona þrælar fiskana, laxana. Þannig lagað. Þeir eru bara neftir í þrældum þannig að einhverjum stórum netum. Þessum ættum við að fagna stróku. Þetta er svona Spartakus sem að slapp hana. Já, einmitt. Það er sem ég segi, þetta er dásanleg frétt en Og líka sína myndir af því þegar hann nagar gata á Það hafa bara búið til bíómynd þetta. Svona teiknimynd. Strókulaxinn. Þetta er bara nýja Nemo, Finding Nemo. Þetta er líka í Skarðshlíð. Já. Það er svona gott nafn fyrir bíómyndina. Já, strókufiskurinn í Skarðshlíð. Strókufiskurinn í Skarðshlíð. Herðu, við sjáum það seinna við rauðaborðið, strókufiskinn í Skarðshlíð. Við ætlum að fara að tala dýrtíð og hvernig það er að vera í neytendavernd í óðaverðbólgu við Breka Karlsson eftir augnablik.
Já, hann komin hingað Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, velkomin. Takk. Herðu, þetta er slæm vika. Mánudagurinn, hann var ekki góður, sjá þessa miklu verðbólgu og maður bara svona heyrir það einhvern veginn að það er svona einhver stemming í samfélaginu. Svolítið svona að fólk átta sig á því að þessu stefna sem hefur rekin hingað til virkar ekki og það verður að breytum stefnu, en svo er bara fólk kannski svolítið efast að það verði gert. Eitt af því sem að hefur verið gagnrýnt sem ástæða eða eina ástæðan fyrir aukinni verðbólgu er mikill hallarekstur á ríkissjóði. Er það neytendamál? Nei, ekki beint þannig, við Neytendasamtökin skipta sér nú ekki mikið af ríkisfjármálum, en þó var það nú þannig að við sáum okkur knúin til þess að senda inn umsókn fjárlagafrumvarpið þegar það var lagt fram í desember, í nóvember og desember. Já. Að í fyrsta skipti allavega í mínu minni var fjárlagafrumvarpið verðtryggt. Hvað með því? Sem þýðir það að öll krónutölugjöldin hækkuðu í takt við verðbólgu. Og það finnst okkur vera afar, og við vöruðum við því og við bentum á aðra leiðir sem ríkið gæti gert til þess að halda í við tekjur sína, auðvitað þarf ríkið að hafa sína tekjur, það er ekkert að því, en ef þú hækkar krónutölugjöld þá fer það beint út í verðlagið og samkvæmt eigin mælingum fjármálaráðuneytisins þá hefðu þessar hækkanir, krónutöluhækkanir á fjárlagafrumvarpið átt að valda 0,4% af verðbólgu, bara einar og sér. Endanum var þetta að líkindum nær 0,7% stigum líka þegar það koma líka sveitafélögin inn í það. Já, og svo fyrir utan það og þetta er bara stór alvarlegt að heggur sá er hlífa skildi að ríkið verður að ganga á undan með góðu fordæmi og sama má eiginlega segja Seðlabankann að sem stundar tásu skömmun orlofsferðalanga á meðan að hann er sjálfur í afar dýrum framkvæmdum það verður lengi, ég býð hann að nálagt og er að verja rúmlega 3 milljörðum króna sem er 10 milljónir per starfsmann í að bæta aðstöðu þeirra sem eflaust þarf og allt það, en það er þetta með samhengi hlutana og hljóð og mynd að hún verður að fara saman hjá stjórnvöldum og stjórnvöld hafa eitt tæki sem virkar mjög vel í svona þenslu og verðbólgu eins og núna og það er það að draga úr umsvifum og stjórnvöld gáfu í alveg svakalega þegar í COVID-inu en hafa ekki náða að draga úr að sama skapi og það er eitthvað sem En ekki að leggja til að séu skori niður í heilbrigðiskerfinu aukið aðhald eins og Bjarni orðaði á þingi. Það var að bóða aukið aðhald. Er þetta að tala þá svona nýframkvæmdir og annað slíkt? Já, og alls konar svona dúlleri, til dæmis að þetta bætta eldhús Seðlabankans er svona birtingamynd þess sem hefði mátt fresta í þessu ástandi. 9 milljarða hús fyrir utanríkisráðuneytið. Til dæmis og svo framið. Þetta er en Neytendasamtökin hafa svo sem ekki bein skipta sér svo sem ekki af því beint en svona það eru hægt að hækka tekjur ríkissjóðs án þess að hækka verðbólgu. Eins og hvernig? Með því að hækka skatta til dæmis. Það hefur ekki áhrif á verðbólgu. Hækka auðlindagjald til dæmis hefur ekki áhrif á verðbólgu og svo framvegis. Það er bara, þetta er ekkit, við erum ekkit að finna upp hjólið, þetta er ekkit óþekktar staðreyndir sem það þarf ekkit að kenna ríkisstjórninni hvernig er hægt að hækka tekjur án þess að hækka verðbólgu en þessi leið voru valin og afleiðingarnir voru klárar og ljósar fyrir og þær eru að koma bitna á okkur núna og verðbólgan farið í gang og verðbólgan og bara út allt og já og hún er líka þetta er svona að fara yfir tekjast af tölu er líka svona ákveðið sálfræðilegt þrep og nú er Seðlabanki búin að hækka vexti 11 sinnum í röð og mun hækka og einhver segir að skilgreiningin á brjálæði sé að gera sama hlutin aftur og vænta annarra niðurstöðu
þetta eitthvað við höfum heyrt 3-4 sinnum frá Seðlabankastjóra að nú sé toppinum náð, nú fer verðbólgan að fara niður. Ekki síðast, þá sagði hann eiginlega að ef að verðbólgan stoppar ekki þá verði það ekki aftur. Já. Og hann byrja lagaleg skylda til þess. Já, það er hann segir það. Hann byrja lagaleg skylda til að hækka, hann náttúrulega byrja lagaleg skylda til þess að draga úr verðbólgu. Og þetta er eina tæki sem hann hefur. Eitt af tækjunum sem hann hefur. Það er ýmislegt sem Seðlabanki getur gert og ríki náttúrulega verður að fylgja með. Já, áður en við tölum um vexti, að þá er náttúrulega neytendavernd. Ég tala ekki verðlagseftirlit og svona, það verður bara miklu flóknara þegar verðbólgan er komið svona í gang og hún er svolítið, þú veist, það er eitt af einkennum núna því að nú er til dæmis ekki húsnæðisliðurinn að keyra þetta áfram og hann er nú 20% af því sem hefur verið að mæla. Heldur virðist bara, það er allir að hækka? Já, þessum mánuði þá er húsnæðisliðurinn heldur að draga úr verðbólgunni og sem er fínt en það sem mér sýnist vera svona helstu liðitin sem er að hækka er matvara, bæði innlend og erlend, húsgögn sem eru erlend erlendis frá að mestmegnis. Hækka náttúrulega mikið að því útsölutan hættu en það hækku langt umfram þar sem að verði var í nóvember. Algjörlega, og svo fatnaður. En sko, og þetta er fatnaður og húsgögn sem er það vel helmingur af hækkun verðbólgunum núna. Íslenski stýrivextir hafa ekkit áhrif á erlend verð vara. Það er bara það er engin að líta til Íslands með að sjá hversu stýrivextir er háir til þess að draga úr verðhækkunum erlendis. En við verum líka að tala um sko það að Samkeppniseftirlitið var að birta núna skýrslu fyrir nokkrum vikum síðan. Það sem, má eiginlega draga þá ályktun að mjög líklega séu smásölu aðilar að hækka, nota tækifæri og hækka álagningu í þessu ástandi. Og þá verðum við að tala um eigendur þessara smásölufyrirtæki sem eru lífeyrissjóðirnir okkar. Sem verða að fara að taka afstöðu til arðsemiskrafna, til launasetningar í fyrirtækjunum. Þeir geta bara ekki lengur skilað auðu því að ef þeir skila auðu þá er stefna sem er starfrækt er ríkjandi í dag sem þýðir það að sé bara að megi raun og veru taka hvað sem er af neytendum og reyna að hámarka hagnaða eins og arðsemi af hverju sem er. Lífeyrissjóðirnir sem er í eigu okkar allra verða að fara að taka afstöðu. Það er náttúrulega eins og þú veist að þá er stjórn lífeyrissjóðina bara 50-50. Það eru fulltrúar sem að verkalýðshreyfingin skipar hann inn og svo er það fulltrúar sem að Samtök atvinnulífsins skipar hann inn og þeir fulltrúar, þú getur einhver breytt nema að báði sér sammála og það er bara, annar er alveg klárlega á þeirri línu sem hefur ekki hingað til að til þess að segja með svo Hagar að þá er bara stæðsti enga fjárfestirinn eldur. Það er Kaldbakur sem er í eigu Samherja og þeir eiginlega bara leggja línunar að því hvernig Hagar er reiknir. Já, nú veit ég það svo sem ekki en þetta er náttúrulega bara absúrt að við sem eigum lífeyrissjóðina við séum þess að vinna gegnum þess að vera að nota þá voru náttúrulega lífeyrissjóðinir sem voru að greiða atkvæðum það að reka þið heim í verkbanni. Það er mjög erfitt að útskýra það eitthvað. En þú talar og Ásgeir Brynjar var í gær og hann var eiginlega að tala einmitt að sko, svo stefna sem hefur rekin hún er bara, virkar ekki og það er líka í sambandi við að vera alltaf að hækka stýrisvexti að þeir býta seint þannig að getur verið að þú ert alltaf að glíma ykkur og verðbólgu og hækkar þá getur verið að í framtíðinni þá ertu bara að skrúa hagkerfi ofan í sko kreppu. Ja, algjörlega. En verðbólgan fer ekki sko. Nei, og líka þetta það er áhugavert sko að við séum stýrivexti hér á Íslandi, við erum að glíma við svipaða verðbólgu og í Evrópu, en stýrivexti hér eru 3-4 sinnum hærri heldur en þar og fara hækkandi ég veit ekki það er enginn að leita til íslensku aðferðarinnar að berjast við verðbólgu. Ásgeir fekk velun í okkur félagi í Seðlabankastjóra. Víking bjór var líka valinn þriðji besti bjór í heimi einhvern staðar.
en íslenska leiðin svo að nú fór verðbólgan á síðustu 12 mánuði 10,2%, og var síðast yfir 10% í september 2009, þá var hún 10,8% mánuðin undan. Inn í því hrunið sko. Það þú veist, þú fyrir september 2009 árið undan, þá oktober 2008 inn í þeim 12 mánuðum. Þá voru stýrivextirnir 9,5%. Og þeir eru 6,5% í dag. Þannig að svona að óbreyttu, að þá ættu við að gera ráð fyrir að stýrivextir Seðlabankar séu á leiðinu upp í 7,8 ofar. Já, bara einmitt, það má alveg gera því miður það þarf að breytast eitthvað til þess að það má gera ráð fyrir því, en aftur segi ég bara að við erum að fara eitthvað alltara leiðir heldur en allir aðrir í heiminum af þeim löndum sem við viljum gjarnan bera okkur saman við, en einhver hluta vegna þá og verðbólgan okkur að fara upp og hann að fara niður í Evrópu. Já, einmitt svona allan vísbendingur það og vísbendingur það sem Seðlabanki sé að gera sé ekki að virka, það bara blasir við að markmið Seðlabankans að halda stýrivöxtum halda verðbólgu í það virkar ekki 2,5% pluss mínus 1,5 og verandi með verðbólgu sem ferfalt markmið Seðlabankans. Þetta náttúrulega bara magnað og já. Og þá segja menn eins og þú veist sem að þetta ekki að virka og þá þurfum að gera eitthvað annað. Og þá það sem að mér finnst að gera svolítið í samfélaginu núna, maður heyrir svona af því bara í alls konar ummælum. Það sem að það þarf að gera eitthvað annað, það eru allir að koma á borðinu, það eru allir að gera sitt og það eiginlega bara, það þarf að verða til eitthvað svona sátt í samfélaginu stefnubreytingu. Og meðan að menn að segja þetta, þá sér maður alveg á þeim að þeir hafi ekkert mikla trú á því að þetta... Nei, þetta eins og ég vil segja það, hljóð og mynd fer ekki saman. Að Seðlabanki getur ekki unnið bara í einhverju tómi og sagt ekki fara til, ekki eyða peningum til neytendur, ekki fara til útlanda. Og á sama tíma hann í dýrum framkvæmdum burt sér frá þessar dýrum framkvæmdi skiptir ekki öllu máli og einn maður sem fer til Tenerife skiptir ekki neinu máli en það þessi hljóðamynd sem þú verður að sýna það í verki það sem þú ert að predika að þú getur ekki verið að predika eitt þegar þú sérð allir sjá hvað í gangi og sama með stjórnvöld þau verða bara að draga úr gjöldum eða þá að auka tekjur sínar leggja á skatt ekki eitthvað sem að veltir út í verðlagið. Nei, þú getur ekki gert kröfur og svo þessar gigantísku hækkanir á vöxtum á lánum sem býta bara á þessi 70% heimila sem eru með lán, það náttúrulega við meðum ekki gleyma því 30%, það byrja 30% heimila ekki með neinn húsnæðislán, bara búin að borga sínar bara skuldlaust og það býtur ekki skattur vaxtahækkanir að býta fyrst og fremst yngra fólk og langmest þá sem eru nýbúnir að koma inn á markaðin og það er svo leiðilegt að segja það en þetta hefur alltaf verið svona það er bara 2009 þetta er 15 ár síðan að við vorum í sama ástand þetta er svona 15 ára fresti kemur eitthvað svona upp á Íslandi og þetta er rússíbanareið, rússíbanahagkerfi með það sem það er líka fórnarlöp eftir það er líka fólki sem hefur bara ekki náð sér eftir hunnið, það er heilu ættirnar heilu fjölskyldunar og það er einmitt, það eru alltaf fórnarlöp í svona og fólk sem á ekkert skili sem lendir undir mulningsvilni og þess vegna skiptir svo miklu máli að stuðla stöðuleika að stöðuleiki og þá verða allir að taka þátt og það verður, hljóð og mynd verður þá að fara saman að við verum öll að leggja okkar að mörkum en eins og vaxtahækkanirna þær býta bara á eða langmest á yngri kynslóðarnar og langmest á þá sem eru nýkomin inn á fasteignamarkaðinn. Er það sanngjarnt? Getum við leita einhver annar leiða fyrir þessa fjölskyldu sem eru núna að sjá lánin sín stökk breytast og
nota bene þegar að hérna spekingar ekki bara í Seðlabankanum heldur í fjármálakerfinu sögðu fyrir 2-3 árum að nú varum við komin inn í langvarandi lágvaxta skeið og loksins og svo framvegis og það er ekki nema hérna 2-3 ára af öllu kollvarpað. Þetta var í auglýsingu stjórnmálaflokkana fyrir kosningar. Loksins komið í lágvaxtaland. Herðu María vorum að ræða áhrif vaxtahækkanna á greiðslubyrði og hvað fólk getur tekið mikið lán og það mætti lesa úr þessum að húsnæðis- og mannvirkjastofnun sendi frá sér mánaðarlega skýrslur. Það mætti lesa svona ef við tökum dæmi af fólki sem að freistast þess að kaupa húsnæði í apríl 2001 þegar áður en að vextinni fóru upp og það var hagkvæmast fyrir þau að taka óverðtryggt lán þá og kannski fólk sem að bara rétt slapp inn á markaðin. Síðan hefur lánið þeirra hækkað 125.000 krónur. Afborganir. Og það náttúrulega ræður ekki við það því að það tók þetta lán vegna þess að það gat bara ráði við að borga tæpa 200.000 krónur, þannig það ræður ekki við að borga 325.000. Og það fer í bankasinn og segir að við verðum bara að gefast upp og fara yfir í verðtryggt lán til þess að lækka afborganirnar og þá ferðu í greiðslumat og þá segir bankina því miður, þú stendst ekki greiðslumat fyrir nýja lánið. Ef eitthvað kemur með til þín sem formanns Neytendasamtakanna með þetta mál sem að hljómar svona eins og einhver neytandi hafi verið rækilega svikinn, getur þú eitthvað gert? Bara þétt handtak faðumlega kannski og Guðs blessun það er það eina sem dettur í hug þetta gerist bara í Íslandi og það er bara sagt við þig bad luck það er bara þannig því miður og þetta er náttúrulega heillilegt og aftur bara við þetta er eitthvað sem við erum þetta er eins og við erum í einhverju svona alkoholískri meðvirkni með hagkerfinu og við elskum það þegar að uppsveiflan kemur þetta er bara eins og það sé verið að bjóða okkur á dansiball og við vitum alveg að með uppsveiflunum kemur niðursveiflan en við ætlum að vera á ríða ölduna núna að ná henni fleyta okkur áfram að því að síðast þá mistum við af þessu og vonum þetta hendi ekki okkur. Já, en við vitum það að alkoholistinn á eftir að brjóta og bramla allt í stofinu og við þurfum að taka og ganga frá og okkur og lemja mann á annan en við vitum að við förum viljandi inn í þetta partí við þurfum að brjóta þennan við þurfum að fara í efnahagslega meðferð bara brjóta þennan vítaring. Það var einhvern tímann á þingi, þá var spurt stjórnvöld að því og það var þessi dæmi ekki alveg komið svona fram og þá var eitthvað gott að ríkisstjórnin ætti ekki að draga úr sársauka þessar fjölskyldar sem lendi í þessu. Þá var svar fjármálaráðuneytis að það væri náttúrulega arfa vittlaus efnahagsstjórn að þegar Seðlabankinn er að þrengja að stjórnvöld drægi úr sársaukunum sem að það verður til. Það segðu mér þetta dæmi sem að ég nú bara að lesa út úr svona línuritið þarna. Þetta er svo gríðarlegir hagsmunir að þið sem eru að starfa að því að venda neytendur og svona. Þetta er kannski mestu áfallir sem að fólk eru að verða fyrir í dag. Fyrir þetta kannski eitthvað bara tryggingafélagi sé að svína rækilega á því Þetta er bara stórkostlega áfall. Já, stærstu áfallin í dag sem fólk eru að verða fyrir eru netsvindl og eru það þegar það leiðist út í eða neyðist til þess að taka smálón og lendir í því að í þeim vítaring Svo tætir að vera aðlegun og skilur þú skulduðan eftir og algjörlega og það er eitthvað sem við erum að og það eru virkilegar sorgarsögur og þar kemur okkur á óvart og eða ekki óvart en við rekum okkur sífellt á það að við fáum enga áheyrn, við sendum hverja fyrirspurnina og hvert erinda á fætur öðru til fjármálaeftirlitsins, til Seðlabankans og fáum engin svör, engin viðbrögð við þeim og óskum eftir fundum sem er ekki þetta er eina stofnunin á landinu sem við fáum ekki fundi með sem hafa bara við höfum óskað eftir fundi og þeir bara hafna því
Upplifa þeir þá ekki að þessu í neytendavernd fjármálaeftirliti? Við upplifum það að það skorti gífurlega á neytendavernd á fjármálamarkaði og það er fjármálaeftirliti sem á að framfylgja því og það að okkar mati gerir það bara ekki og við höfum og þetta hefur verið bent á, það var úttekt sérfræðinga núna bara núna í janúar sem tók út Seðlabankann og bent á það, jú, þeir eru með hryðjuverkavarnirnar í góðu lagi og það allt saman og þessa raunverulegir eigendur og safnaðar eitthvað svoleið sko. En þegar að kæma neytendavernd þá mættu þeir stórlega bæta sig og þar eru við bara algjörlega sammála þessum erlendu sérfræðingum. Herðu, þið í fyrsta skipti síðan að þú mannst eftir að þá senduðu umsögn um fjárlagafrumvarpið. Hafið þið skoðunar á því hvort að Seðlabankinn eigi að hækka vexti 22. mars? Neytendasamtökin hafa ekki gert það sko, og skipta sér svo sem ekki að því sko. Hvaða afleiðingar hefur það fyrir neytendur þegar vextir hækka? Það náttúrulega hefur þær afleiðingar að lánin okkar stökkbreytast og það er svona, eins og þú segir sko, kynslóðaskattur sem er svona yngri kynslóðar ég vil segja það sko, og það má ég segja það líka sko, þetta er og verðbólga er svo sem líka mikill skaðvaldur sko, það má ekki gleyma því en við verðum að gera eitthvað en það er spurningin að sko, lækningin má ekki vera verri heldur en sjúkdómarinn en við höfum bara farið óvarlega á mörgum sviðum ekki náð að draga saman útgjöld ríkisútgjöld þegar að bliku voru á lofti við höfum heldur ekki samkeppni heldur leift fákeppni sem fákeppni og verðbólga er náttúrulega hryllilega blanda algjörlega og við sjáum það sko að samkeppni er eitt sko beittasta vopnið sem við neytendur höfum í baráttunni að núna þegar Atlantsolía kemur inn á markaðinn á Akureyri fyrir ári síðan eða svo þá stórlækkaði það kemur fram í þessari skýrslu Samkeppniseftirlitsins þá lækkaði eldsneytisverð á Akureyri og er hvergi lægra á landinu heldur en einmitt á Akureyri núna í dag það sem er samkeppni af því að það er samkeppni og þess vegna verðum við að auka hana sem mest við getum og við þurfum að taka til í landbúnaðarkerfinu, við þurfum að fella burti þess að tolla það eru tollar á vörur sem ekki eru einu svona framleitar hér á Íslandi, franska kartöflur eru 47% tollar ef ég man rétt en það lækkað úr 60 og eitthvað niður en það er ekki til að vernda neitt, það er bara til þess að halda verðinu háu En í fákeppninni skiptir ykkur máli tollandi sem við lækkaðir við okkur var sagt að lækkun bankaskatts myndu bæta kjör neytenda hefur tilfýringin að það hefur gerst? Ég hef ekki séð neina mælingar á því en reyndar þegar að tollar voru afnumdir af raftækjum þá voru alveg mælingar fyrir nokkrum mánuð síðan þá mældist það alveg að það skilaði sér til neytenda að því að það var og er samkeppni á raftækja sölu markaði og en það er náttúrulega á meðan að það er engin samkeppni í matvæla framleiðslu til dæmis að matvæla framleiðslan á Íslandi er lokuð inn í fílabeinsturni miklu leyti og þar mætti gera miklu betur í að fyrsta lagi að skilgreina bara hvað eru bændur, hverja viljum við vernda þessa stóru verksmiður framleiðslu á eggjum, kjúklingakjöti og svínakjöti eða viljum við sem eru kannski svona 2,5 keðja sem að séum hvern markað Já og nákvæmlega og eða viljum við vernda fjölskyldurnar út á landi sem við sjáum alltaf í auglýsingunum en sko reyndin er allt önnur í raunveruleikunum og mér finnst stór munur fjölskyldurnar sem á Alma labba svona út úr Alma og segja við eigum matfugl ég meina og
dýrakjötsframleiðsla sem sko dýra sem aldrei fá að sjá líta sólarljós á ævinni, það eitthvað sem þarf verndurna við sko, eða það eitthvað sem við bara eigum að leyfa erlendum aðilum að keppa þar líka og með þá lækkuðu verði og svo hitt líka þessi litlu tollkvótar sem er þó leyfðir á Íslandi til dæmis í svínakjöti allir keyptir upp af sömu aðilum þannig að það eitthvað skakt í þessu og þar væri aðgerðið sem að lækka verð aðgerðið til að lækka verð og auka úrval fólk getur þá valið og ég veit það alveg að í mörgum tilvikum þegar fólk hefur efnu á því þá velur fólk íslenskt. Við sjáum það til dæmis þegar að grænmetismarkaðurinn var gefinn frjáls, það var gefið tómatar og gúrkur og þetta að það stórjókst ekki bara framboðið af tómatum, það var ekki bara til þessi ríkistómatur sem var framleiddur heldur, núna eru til kirsubyrjatómatar og bufftómatar og hitt og þessi hinnir og þessi tómatar sem heita og eru ekki bara rauðir heldur líka gulir og grænir og þetta alls konar, þetta eigur bara og bændurnir komnir í alls konar annan rekstur sem er túrisma er að framlega tómatasúpur sem er alveg stórkostlega góðar og þannig að það að vera ekki á klafanum að vera ekki á vera úthlutaði þessi bás í bákninu er reynist þeim bara mikið frelsi og hefur hjálpað þeim að stækka og auka fjölbreytnina öllum til góða, líka okkur neytendum bæði í verði og gæðum og fjölbreytni. Breki Karlsson heldur í fram að samkynhneigð bæti kannski ekki allt en hún bæti margt og ekki síst í neytendamálum. Takk fyrir að koma hingað, Breki, og við ætlum að fara núna að tala skógrækt við Jón Gunnar Ottosson eftir augnablik. Fyrir svona 2 vikum voru fréttir votlendissjóð sem var eiginlega leystur upp sem að margir bundu mikla vonir við að þarna gætu við bundið mikið kolefni og unnið á loftslagsvanni með að fylla upp í gamla skurði og það var ákveðin vonbrigði og svo vorum við allar búin að jafna okkur á því að Jón Gunnar Ottosson fyrirverandi forstjóri Náttúrufræðistofnunar sagði að við varum að stór ofmeta tækifæri sem að felast í því að rækta skó á Íslandi til þess að vinna gegn loftslagsvá. Jón Gunnar er hingað komin hingað, hann er á heimaslóðum sínum. Jón, þú ert hérna það ekki? Já, Selfossi. Herðu Jón, getur útskýrt þetta fyrir hvers vegna skógrækt er ekki góð lausn til þess að glíma við loftslagsvá á Íslandi? Skógrækt það vita allir að tré binda kolefni en það tekur tíma og eins og þessi verkefni eru sett upp að þá verið að veita svo falskar upplýsingar þessi verkefni sem eru annars vegar að vera að selja sem nytjaskógrækt og hins vegar sem kolefnisbindingarskógrækt svo jafnvel geti skilað sér í miklum ágóða með ræktun sem við kallum kolefniseininga sem getur farið á alþjóðlega markað en þetta allt sett á svo fölskum forsendum. Við horfum á eftir til dæmis ég að keyra eftir einhverjum bílum hér í dag hópferðabílum sem að standa við kolefnisjafnaðir. Ég að lesa það að Icelandair að selja fólki gróðursetningar og segja að það sé að kolefnisjafna flugferðirnar sínar. Toyota að selja með sama hætti og svo mætti áfram telja. Það alls konar svona spekulantar að reyna að græða á þessu fyrirbæri. En ef við skoðum málið mjög nákvæmlega að
gróðursetning í dag, hún ekki að skila bindingu fyrir eftir 50 til 80 ár. Já. Þannig við björgum ekki heiminum með þessu. Nei, og sko ríkisstjórnar markmiðin eru miðuð við 2030 og 2040. En það sem verður að gróðsetja í dag, og það sem verður að selja í dag, það skilar nettó losun en ekki bindingu næstu 10-20 árum. Og þá erum við að taka inn í dæmið jarðvinnslu, annað sem fylgir gróðursetningunni og bara öll vísindaleg gögn sem við erum búin að skoða bæði hérlendis og erlendis sýna að ef þú kaupir með þessar reiknivélar skógræktarinnar og annarra félaga að þú selur, segja þú hvað segjum við, tonni á þessu ári og ætlar að bæta þau upp og kaupir þá einhverju gróðursetningu, en þessi gróðursetning, hún skilar losun fyrstu 10-20 árin og hún nær ekki neinum árangri fyrir eftir 50 til 80 ár og hún nær aldrei að jafna þetta sem þú ert að eyða. Þannig ef að ég myndi ætla að bæta, vistbor mín með því að kaupa svona gróðursetningu, að þá væri ég raunverulega að auka losun á minni líftíma og fyrir mín tilverknað. Já, það er bara einfalt svar. Já. En nú ertu að vísa í það sem er bara þekkt og vitað. Hvernig stendur þá því að okkur er sagt einhvern veginn að við getum keypt, svona aflátsbréf með þessum hætti? Vegna þess akkúrat eins og þú segir, þetta eru aflátsbréf. Það er verið að blekkja fólk með þessu, það er verið að selja því, það er í rauninni verið að selja gróðursetningu. Það er verið að selja væntanlega kolefnisbindingu til langs tíma, en það er ekki verið að selja kolefnisjöfnun eins og fólk heldur að sé að kaupa. Já. Það er miklu peningar á bakvið og ef þú bara horfir á hvað er að gerast í dag, að það eru útgerðarfélög eru að hoppa á þetta, það eru erlendir aðilar að kaupa hér jarðir vegna þess að kröfurnar sem hér eru gerðar til vottunar á þessum framkvæmdum til þess að fá viðurkenningu sem svona kolefniseiningar sem gætu farið í sölu, að þær standast ekki. Skógræktin er búin, hún má eiga þetta til hrósa. Hún er að reyna að ná tökum á þessu með því að búa til svona vottunarkerfi sem að kallaði kolefnis, ég man ekki hvað það heitir, en þeir eru að búa til kerfi sem byggir á erlendum fyrirmyndum. Þeir byggja sína fyrirmynd á breskum staðli sem heitir Woodland Carbon Code, en þeir aðlagana íslensku náttúru, íslenskum aðstæðum í gæsalöpum. Og þessi aðlögun, hún felst fyrst og fremst í því að draga úr kröfum. Hún dregur úr kröfum varðandi líffræðilega fjölbreytni, vernd náttúrunnar, landið er einskis metið í rauninni, þannig að slíkir hlutur ekki teknir inn í dæmið, þannig að þetta verður miklu ódýrara. En þegar upp er staðið eftir 20, 30, 40 ár, þegar þessi fyrirtæki ætla að fara að selja þessar kolefniseiningar sem reyna að fjárfesta í núna, að þá er ég vissum að þær fá aldrei samþykki á alþjóðlegum mörkuðum, vegna þess að við erum ekki að uppfylla alþjóðlega staðla. Við erum með heimatilbúna staðla sem ganga ekki upp. Já. En þegar þú segir að landið sé einskis metið, áttu við þá það land sem að var áður en að skógurinn er ræktaður upp, að það getur kannski verið meira virði heldur en skógurinn, eða hvað áttu við með þessu? Já, við það að þegar þú horfir á land og þá gera allar alþjóðlega kröfur, þá gera alþjóðlega kerfin kröfur til þess að þú metir hvaða kolefnisbinding á sér stað í viðkomandi landi.
síðan átt að spá fyrir hvað gerist, hvað þetta land myndi gera án íhlutunar mannsins með skógrækt eða öðru. Þetta ekki gert. Og í öllum arðsemisreikningum sem setti fram að hálfu skógræktarinn og fleiri aðilum, þá landið aldrei tekið inn í dæmið. En ef við bara horfum á land eins og bara Skeiðarársand, bara með því að friða land, að það getur náð í rauninni jafn miklum eða meiri árangri án þess að vera að planta framandi ágengum tegundum sem að ógna lífríki landsins. Og hvernig þá með því að það verði svona sjálfsáning á einhverjum, eins og maður sér endar stundum á sandinu, ég veit ekki gott þessi Skeiðarársandi, en maður kemur manni svolítið óvart hvað gróðurinn fer víða einhvern veginn. Sko landið, þú verður að meta hvaða kolefnisbinding á sér stað af náttúrulegum ástæðum og allir alþjóðlegir staðlar, þeir krefjast þess og taki með þetta inn í reikningin og líka allar losun sem að er hluti af þessum gróðursetningum, bara eins og allt þetta jarðrask, menn plæja land til þess að auka líkurnar á að skógræktarplönturnar lifi og þetta eykur losun fyrstu 10 til 20 árin og bæði íslenskar og erlendar rannsóknir sýna ótvírætt að það tekur 10 til 20 ár eftir gróðursetningu að fá losunina úr því að vera neikvæð yfir í jákvæð. Ok, hverjir það sem að votta? Þú nefndir skógræktina og hverjir fleiri? Ég gef út þessi vottor sem að þú efast að séu standist alþjóðlega kröfur. Ég hrósa skógræktinni fyrir að reyna að vera að búa til vottunarkerfi vegna þess að það þarf að halda utan þetta með einhverjum hætti en samkvæmt þessu kerfi sem skógræktin með þá ekki nema eitt verkefni á ótrúlegum fjölda sem skipta hundruðum sem að hefur fengið inngöngu í þetta kerfi. Það verkefni heitir Yggdrasill og er austur af fjörðum. En menn alltaf að horfa á þetta að búa til kolefniseiningar til þess að selja í framtíðinni. Og það bara í Rúva til dæmis með þátt núna bara í gær eða fyrradag þar sem var að vekja athygli landeigenda og þarna væri bara miklu peningar í húfi ef þeir vildu fara þessa leið. Það stenst ekki. Það engar líkur til þess að við getum selt íslenska skóga í þessum tilgangi næstu 50 árin. Nei, vegna þess að við erum ekki að fara þá leið að uppfylla kröfur sem við erum að gera erlendis til alþjóðlegrar vottunar. Og núna er illins í smíðum hjá Evrópusambandinu ný reglugerð akkurat þetta og við erum langt frá því að uppfylla þær kröfur. Þannig að þegar að kemur til eftir 10, 20, 30, 40, 50 ári eða hvað það er að við ætlum að fara að reyna að selja þessar einingar okkar að þá er ég alveg vissum að þær hljóta ekki viðurkenningu. Vegna þess að það hefur verið svo mikil losun á leiðinni að þetta er raunverulega ekki... Nei, vegna þess að menn eru að einfalda vottunarkerfin hér á landi, draga úr kröfunum, draga úr kröfunum til þess að taka tillit til íslenskar náttúru, líffræðilegs fjölbreytileika og taka ekki tillit til jarðraksins eða losunarinn sem á sér stað við ferilinn. Þannig að samkvæmt erlendu vottunar stöðlum þá geti það komið út þannig að það væri ákveðin skaði af þessum skógum frekar heldur en að þú verið að hjálpa okkur í loftslagsvánni. Síðan er skaðinn að við erum að flytja hér inn hávaxin barrtré sem munum breyta ásýnd landsins verulega og hafa verulega, ég segi bara fullum fettum eins og félagi mínir í félaginu sem ég er í, vinnur íslenska náttúru, að þetta er einhver mesta herferð sem gegn íslenska náttúru sem að hefur verið lagt af stað á vegum íslenska stjórnvalda. Já.
En Íslendingar hafa kannski fallið fyrir þessu bæði með því að fylla upp í skurðina, í votlendissjóði og líka rækta skógina því að Íslendingar hafa svolítið svona samviskupið yfir illri umgengni mannskepnunar eða Íslendinga við náttúru Íslands eða ekki. Þannig að er ekki auðvelt að selja Íslendingum það að rækta skóg geti verið gott í sjálfum sér? Það hefur verið allt og auðvelt, já. Og það er svo einfalt að segja gróðursettu 10 tré og þá ertu bara frjáls og getur losað eins og vill. Lausnin náttúrulega fólkin í því að þú reynir að draga úr þinni eigin losun og síðan náttúrulega lausnin fólkin í því líka að horfa til íslenska náttúru og hún við berum mikla ábyrgð þar, sérstaklega vegna þess hvernig íslensk náttúra er. Við erum með mjög stóra stofna, fuglastofna til dæmis, sem eru eiga allt sitt undir að Ísland sé tiltölulega óbreytt frá því sem með þessi með þetta opna land. Því að mófuglar sérstaklega þeir forða skóga. Herðu Jón Gunnar, takk fyrir að stoppa við hjá okkur á Rauðaborðinu og útskýra þetta. Og við já. Í mínum huga þetta dálítið svikamilla sem að peningaröfl eru að notfæra sér á kostnað almennings. Já, við ætlum að skoða þetta mál betur. Jón Gunnar, þakka kærlega fyrir aftur. Og við skiptum núna yfir í næsta mál eftir augnablik. Já, hinga til mín komin hún Kolbrún Kolbeinsdóttir sem var að birta rannsóknarverkefni sitt í mastersnámi í kynjafræði. Velkomin Kolbrún. Takk fyrir það. Og þú ert í rauninni að rannsaka þessi, aðalega konukot eða þess að úrræði fyrir heimilislausar konur. Já. Rauninni þetta reynslu kvenna af konukoti. Já. Og svo fléttaðist aðeins í kringum það að því tóku viðtöl við 8 konur í konukoti. Og þá fekk ég líka að heyra bakgrunn þeirra og hvernig æskan og uppeldið og ævin hefði gengið. Og svo talaði ég svo líka við forstöðufólk í neyðarskýlunum 3 og líka í skjólinu sem dagsetur fyrir konur sem glíma við heimilisleysi. Og svo ég var aðeins að skoða bara líka aðstöðuna í konukoti, náttúrulega bæði hvernig þeim fannst þjónustan þar og hvað það væri sem að gengi vel í konukoti og hvað var sem að var ekki að ganga nógu vel. Og bara hvað þær hafa glímt við í gegnum ævina og eru að glíma við á hverjum einasta degi. Já, einmitt. Og þú talar við 8 konur? Já. Og þær eru á hvaða aldursbyrju? Já, þær eru frá 30-aldri og svo elsta var komin fast að 60. Svo það er breytt aldursbil. Og þær eru, flestar að glíma við? Já, fíknivanda. 7 af 8 konum hafa átt við vanda með vímuefni, en 1 ekki. Og svo það alls konar áskoranir, andlegar og geðrænar og líkamlegar og mögulegt sem bætist við það. Þú ferð að hugsa þetta efni út frá því að hvað þú starfaðir í konukoti sjálf? Já, ég var sjálfboðaliði í konukoti. Þannig að 2020 til 2021 og þá kom ég bara inn kannski 2-3 í mánuði á vaktir og þá var ég að kynnast þetta konukoti og konunum þar í fyrsta sinn og þær einhvern veginn fenguðu athygli mína algjörlega og mér langaði bara að vita meira þessar konur
og hvernig aðstöðu þær hefði. Já. Þetta hvað í COVID-inu sem að þú ert að vinna þarna það? Já. Já. Það einmitt. Það í byrja þarna 2020 minni mig eftir eftir fyrstu bylgjuna. Já, einmitt. Hvernig var þá að koma í konukot? Hvað voru marga konur þar? Já, í konukoti pláss fyrir 12 konur. Já. Það eru 12 rúm sem þær hafa og það rosalega þrengt konur í konukoti af því að þetta svo eldgamalt og hús sem að konukoti í. Þetta gamall steinbær? Já, þetta 130 ára gamall steinbær á 3 hæðum og ekki einu svona full lofthæð í risi og í kjallara og snúnir og erfiði stigar á milli hæða og bara til dæmis ein sturta fyrir 12 konur og hún í kjallaranum. Þannig að það ekki hægt að til dæmis lömuð kona sé húsnæðislaus og hún getur ekki leitað í konukot? Nei, það ekki hægt. Það ekki hægt að koma hjólastól þarna milli, hún kemst ekki á klósettið. Hún kemst ekki á klósettið. Og bara það að kona sé með slæm til gangs? Já, það bara rosa erfitt því að stigarnir líka svo þröngir að það mjög erfitt að styðja konur upp og það mér alveg bara í rauninni með ólíkindum að aldrei hafi neinn slasast þannig bara. Já. Af því að þetta svo erfið aðstæða. Og þetta húsnæði þetta rekið af rótinni? Já, konukot svona skaðaminkandi áherslur, er það ekki? Jú, þetta rótin rekur þetta fyrir Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg borgar fyrir reksturinn á þessu, en rótin rekur og tók við 2020 en Rauði krossinn setti konukot, stofnaði konukot 2004 minni mig og Reykjavíkurborg skaffaði þá húsnæðið og það enn í sama húsnæði. Hvernig 2004 þetta stofnað en álíka úrræði fyrir kalla? Já, það gistiskýli sem á Lindagötu. Það var upphaflega stofnað 1969. Já. Og maður svona spyr sig hvort það hafa aldrei verið konur á götunni. Já, auðvitað voru konur sem glímdu við heimilisleysi en þær redduðu sér örugglega bara með öðrum aðferðum. Já, einmitt. Og það líka talað svona falið heimilisleysi kvenna. Af því þær láta sig hafa það kannski að búa bara við ofbeldi. Einmitt. Og kúgun, algjöra. Akkurat. Og svo kannski meðal fíknefna neytanda þá eru þær kannski jafnvel í bara mjög skaðlegum aðstæðum hvað þetta var þar sko. Já, og það sem var sláandi fannst mér að heyra hvernig ævin hefur verið af því að það svo mikil vanræksla sem þær hafa lent í og ofbeldi og ofbeldisagan hefst yfirleitt bara þegar þær eru mjög ungar og ef hún hefst ekki þá byrjar hún í nánum samböndum og þær eru yfirleitt mjög ungar þegar það fara í náin sambönd. Þannig að það bara stöðugt ofbeldi. Voru allar þessar konur sem þú talaði við, hefðu þær allar alist upp við óviðunandi aðstæður? Já, í rauninni það var eitthvað sem tröfum mikið og reyndar ein sem ég man núna sem bara ólst upp við eðlilegar aðstæður en eitthvað 15-16 ára gömul fór hún samt í hjónaband sem var mjög ofbeldisfullt og foreldrar hennar gátu ekki stutt hana út úr því. Til að komast út úr því. Nei. Einmitt. Þannig að þetta í rauninni kannski svona
einhver þróun sem að byrjar, já, bara í bernsku? Já, það er engin kona sem velur að verða heimilislaus. Og það er bara þessi áfalla og ofbeldisaga sem það eiga allar sameiginlega. Þannig að þarna erum við ekki að horfa á það á húsnæðisekluna í Reykjavík og allt þetta þannig per se, sko. Þarna erum við að horfa á bara þessi félagslegu vandamál sem að ná að rúlla eins og snjóbolti í gegnum ævi kvenna. Já, og samfélagið og stofnanir samfélagsins bregðast ekki við eins og skólakerfið eða heilbrigðiskerfið og svo bara þær hafa einhvern veginn mætt í jaðarsetningu jafnvel frá því þær eru börn. Já. Er enginn að pæla í þeim og það segir ein kona frá því að hún sé svöng og skítug í skólanum og hafi fulla ábyrgð á því að passa yngri bróður sinn og klárar ekki nein verkefni eða nokkuð skapaðan hlut í skólanum en enginn bregst við. Svo að það er svona eflaust og svo líka rosalega sláandi að þær kenna sér líka þær finnst að bera ábyrgð á neyslu sinni og heimilisleysi og hræðilegum ofbeldissamböndum en átta sig ekki á hversu rosaleg hversu bara skaðlegar aðstæðurnar hafa verið lengi og það glíma við þessa ofbeldisógn á hverjum degi því þær eru aldrei öruggar af því í Konukoti þetta er svo lélegt húsnæði að þær geta hvergi í Konukoti sest niður til dæmis til þess að lesa bók eða bara hugsa í friði því þú ert alltaf með ágang af öðrum konum. Aðstæðurnar eru í rauninni, það eru bara gjörsamlega óbóðlegar í rauninni þarna samkvæmt ritgerðinni þinni og ég hef ekki komið þarna sko, en lýsingarnar ég bara svona þær eru það. Mann fallið þöndur sko að lesa þetta. Þær eru algjörlega það sem að allar konurnar eru samt sammála að það er að þær eru ánægðar með þjónustuna og þær eru glaðar að komast í rúm og fá mat og að það sé komið fram við þær eins og venjulegar manneskjur og þeim mætt á þeim stað sem þær eru og þess vegna heitir ritgerðin mín eini staðurinn í samfélaginu þar sem ekki er hort niður á þig því það upplifa þær allar í Konukoti að þær eru svo ánægðar með það að því að jaðarsetningin er svo gríðarleg til dæmis í heilbrigðiskerfinu það er til dæmis ein kona sem að lýsir því að hún er stór sköðuð og fær alltaf fer í Konukot og fær alltaf að ringja á sjúkrabíl og bara láta fara með hana á bráðmóttökuna en hún harðneitar því að því hún getur ekki fordómana sem að mæta henni að því að hún er á við vímuefnavanda að stríða og þá vill hún frekar vera stórsköðuð bara í Konukoti heldur en að fara á spítala. Og það er eins með lögregluna og bara almennt í samfélaginu mæta þær svo miklum fordómum að þess vegna er þeim svo létt að komast í Konukot en svo er aftur á móti bara húsnæðið mér finnst húsnæðið skandall að það sé bara hægt að nota svona húsnæði fyrir neyðarskýli og ég held að sé bara alls ekki í samræmi fyrir viðkomasta hópin og það er ekki í samræmi við önnur neyðarskýli? Nei, ekki við önnur neyðarskýli og ekki við reglugerðir rekstur slíkra staða, svona gististaða því að til dæmis minnir annarkvort 2014 að 15 þá var gistiskýlið á Lindagötu
það var áður Þingholtsstræti í Farsóttarhúsinu, það reyndar 140 ára gamalt hús, en það var hús sem var byggt sem sjúkrahús og það voru, það var flutt þaðan á Lindagötuna af því að það stóðst ekki kröfur rekstur gistiskýla og ekki öryggi eða aðgengi. Og nú á Lindagötunni bara fannilega miklu nýrra húsnæði og fleiri herbergi og það líka einstaklingsherbergi, það langt fleiri klósett og sturtur á íbúa heldur en. Hvað það ein sturta í Konugötu? Það ein sturta og 2 klósett. Já, og kannski 15 konur í húsinu. Já. Af því að það oft náttúrulega teknar inn meira segja fleiri konur heldur en plássir fyrir því að það aldrei konu vísað frá bara út á Guð og kattinn. Og svo var bara í svona leyserbóðstólum eða. Og það líka, það annar sem ólíkt með því þessum neyðarskýlum fyrir karlmenn og svo fyrir konunnar og það er rekstraformið. Já, Reykjavíkurborg fær rótina núna frá árinu 2020 til þess að reka konukot en borgar þeim sem sé rekstrarféð en borgin rekur sjálf og hefur alltaf gert neyðarskýlin fyrir kallana og þau eru 2 gistiskýli á Lindagötu og neyðarskýli á Grandagarði. Veistu hvað þau taka mikið af fólki eða? Já, á Grandagarði pláss fyrir 15 kalla og 27 karla á Lindagötu, minni mig, 27 og 8. Og það samkvæmt tölum heimilislausa þá eru fleiri kallar. Þeir svona 2/3 á móti 1/3 af konum. Og það kannski líka út af þessu sem þú talar sem dulið heimilisleysi kvenna. Já. Þannig að kannski það raunverulega fleiri. Alveg örglega. Þó að þær bara láti sig hafa alls konar undarlegar aðstæður. Já. En þessi ofbeldi saga, hvað finnst þér, hvað svona setur eftir hjá þér, hvað finnst þér að þurfa að gerast í þessum málum, þú veist? Já, þá rifjast upp fyrir mér bara það sem ein konan fær þó að upplifa, að þá fer hún, það í COVID þegar eru samkomutakmarkanir og það 2 metra regla og þá bara kemur í ljós að það alls ekki hægt að hafa 12 konur í konukoti og þá helming kvennana eða svo komið fyrir á hóteli sem var Skipholti og borgin gat leigt hótela því að hótelin voru náttúrulega ekki í notkun og þá var fengu þær konur sem lentu þeim megin einstaklingsherbergi og það var klósett líka inn á herberginu og þær fengu að vera þar allan sólarhringinn. Það var ekki, þeim var ekki kastað út klukkan 10 á morgnana og máttu ekki koma heim fyrir en 5 á daginn eins og reglan í öllum neyðarskýlunum. Og þá upplifði þessi kona sem hafði verið í konukoti og fór þarna að bara að henni fannst þetta bara eins og eitthvað sem að mér finnst svo sjálfsagt að komast á klósettið þegar ég þarf að komast á klósettið og fara í bað þegar mér dettur í hug að þá upplifðum það sem þvílíkan luxus að geta það og að geta lokað herberginu og fengið frið og ró og það bara að þurfa alltaf að vera tilbúin að passa dótið sitt eða reyna að útvöða sér eitthvað eða fá aldrei ró og frið og öryggi að það ekki boðlegt svo það bara það mjög streituvaldandi örgulega líka og þetta með að passa dótið sitt að því að þær hafa flestar lent í því líka að dótinu þeirra rænt. Já, allar. Það eiga allar 8 hefðu lent í því að einhverju var rænt sem þær áttu. Mjög stóru
og við erum nú ekki að tala að það eigi mikið. Nei. Því að það sem að þær eiga verður að komast fyrir í einum eða tveimur haldabókum af því að skápbötnir nú ekkert mjög stórir sem að þær geta geymt dótið sitt í og sumt nú bara þannig að þú vilt bara halda á því og hafa það á þér eins og símar og nú það bara náttúrulega alveg rosalega algengt að vera að stela símunum af því það líka bara það hafa svo fá úrræði að eins og að fyrir sínar nauðsynjar að það í rauninni eðlilegt að það verði að sé eitthvað rændur og það sé að ræna hver aðra en það væri til dæmis myndi ekki, það væri þvílíkur munur að vera ein í herbergi og geta lokað að sér og verið örugg. Já, geta kannski læst dótið sitt inni líka að þú ætlar að fara. Já, og þurfi ekki að bara sofa með síman inn á þér. En þessu utan náttúrulega ættu þær kannski bara eignast heimili þessu utan. Ég var að tala við hana Kristín Davíðsdóttir hérna hjá Landspítalanum í gær svona skaðaminkandi úrræði sem að landsinni með í lyflækningadeildinni og hún var einmitt að tala það að þegar að fólk í þessari stöðu hefur komist inn á svokallan fötlunarflokk og fengið húsnæði út frá því að það og þjónustu til þess að bara halda hreinu kringu sig eða einhvern veginn þurfa ekki að elda sjálft eða eitthvað að það bara breyti öllu og þannig að það alveg hægt að gera hluti sem að og þetta eiginlega alveg í takt við það þessi kona sem ég talaði við sem hafði verið þarna í kjölfarið á þessu þá var hún edrú og einhvern veginn að fá eitthvað smá andrými án þess að þurfa alltaf að vera tilbúin í að verja sig fyrir einhverju eða slíkt og þarna þegar að þessu úrræði var svo lokað að þá var öllum þeim konum sem voru þar þá fengu þær húsnæði. Já, það? Já. Mikið það athyglisvert? Já. Þær fóru ekki aftur í konukott. Og þá var bara komin langur tími og þær búin að upplifa meira öryggi og geta verið þarna var opið allan sólarhringinn. Þetta er rosalega athyglisvert. Já. Að því konukott það ekki opið allan sólarhringinn í dag. Nei. Þær þurfa að fara í rauninni. Já. 10 á mótnana og það gildir öll gistiskilin eða neyðaskilin það loka klukkan 10 á mótnana og opnað 5 á daginn og þarna í millitíðinni þurfa þær að fara eitthvað en í COVID þær sem voru á brimi þær gátu verið þar allan sólarhringinn og það breytir bara rosa miklu og þar var líka svona sameiginlega aðstaða þar sem þær borðuðu saman og og bara allt þetta það var bara venjuleg aðstaða í rauninni og það einhver næsti kynjafræðin með að gera rannsókn á þessu hvað varðum þessar konur hvert fóru það ég veit það var bara eina og það bara gengur allt eins og í sögu hjá henni þetta rosalega sérstætt þannig að við vitum alveg hvað er hægt að gera til þess að laga og bæta stöðu þessar kvenna. En hefur einhverju skýringu á því af hverju þetta svona þessi kynjamunur á þessum neðaskilum? Það auðvitað af því að konur eiga auðvitað ekkert að vera heimilislausar og það svo mikil skömm fólkin í því að vera kona þær eiga allar nema ein barn eða börn og sumar þeirra orðnar ömmur og þær eru búin að missa náttúrulega tengingu við börnin og ýmist búið að taka þau af þeim eða þær missa frá sér börnin eða þau loka á þær en
það einhvern veginn virðist vera að meiri skömm fyrir konur að vera að glíma við heimilisleysi heldur en kalla og það erfiðara eflaust að fá þær í til dæmis viðtöl og eitthvað slíkt heldur en kallana og þetta við búum bara í hérna kynjakerfi þar sem að ómeðvitað við erum ekki að hugsa eins vel öll kyn. Nei. Og það örugglega ekki ætlun neins en það gerist samt. Já. Og það bara þetta bara eins og launamunur kynjana eða bara allt mögulegt að þetta bara kynjakerfið bara valdakerfi þar sem að kallar hafa meiri völd og þeir huga bara betur að köllum og konur eru bara enn jaðarsettari enn kallar. Já, heyrðu, þú ert búin að fá viðbrögð við ritgerðinni? Já, og hún hefur bara vakið nokkra athygli og við ætlum einmitt að fara að ræða þetta eftir þriðjudaginn í næstu viku, þriðjudagskvöldið, þá umræðukvöld hjá Rótinni ritgerðina. Já. Og já, það fólk það að opnaði sögun fyrir þessu. Já. Og það var nú eiginlega helsta markmið með ritgerðinni og rannsókninni að koma ekki athygli á stöðunni með konukot. Já. Og jaðarsetningu kvennanna. Einmitt. Ég vona að þetta verði einmitt til þess að þessi mál verði bara hreinlega löguð vegna þess að þetta náttúrulega bara, eins og ég segi, þetta mjög sjokkerandi þegar maður að fara að átta sig á þessum aðstæðum og þessum mun. Þannig að ég þakka að kella fyrir komuna og segja okkur aðeins frá þessu við Rauðaborðið. Já, takk fyrir að fá mig. Og í framhaldinu ætlar Gunnar Smári að ræða við hann Geir Sigurðsson málefni Kína hér rétt á eftir. Takk. Já, við ætlum að snúa út í Kína sem hefur náttúrulega verið í fréttunum, þetta náttúrulega fjölmennasta ríki heims en ekki síður kannski svona breytingum á heimsmálum sem hafa verið í kjölfar Úkraínustríðsins og kannski líka fyrir þann tíma. Það svo Bandaríkjamenn sem að leita sér að nýjum höfuðandstæðing þegar Rússland komið að fótum fram og kannski ekki mikil svona ógn í því að það verði heimsveld úr þessu að þá fyrir fókus Bandaríkjamanna til Kína og við erum nú svona dinglum alltaf eftir Bandaríkjamannum í utanríkismálum, þannig það má vera að okkur verði kennt fljótlega að Kína sé okkar höfuðandstæðingur. En við ætlum nú ekki bara að tala heimsmálin, heldur kannski Kína almennt og hann komin hingað hann Geir Sigurðsson sem sérfræðingur í Kína, kannski ekki Kína almennt, þú veit sérfræðingur í hvað kínverska heimspeki og menningu? Já, aðalega heimspeki, menningu, trúarbrögðum. En þú þekkir til Kína og verið þar? Eitthvað þekki ég, já. Herðu, en þetta með Kína svona í heiminum að þú kannast við það að svona Bandaríkjastjórnir að reyna að sannfæra okkur það að þarna sé nýtt ógnarvald að verða til. Já. Horfa Kínverjar svo á það að þeir séu að byggja upp heimsveldi? Já, það mjög góð spurning. Ég held að margir myndu gjarnan vilja líta svo á og þetta náttúrulega mjög þetta er mjög góð spurning vegna þess að það snýst einmitt svo mikið sjálfsmynd Kínverja sjálfra sem að hefur auðvitað beðið ofsalega mikla hnekki í heiminum á undanförnum 200 árum eða svo. Minnst að kosti 150, 170. Svona frá ópíumstríðunum 1842. Þar á undan var Kína auðvitað tvímælalaust stórveldi í sínum heimsluta og
þótt að kannski bein afskipti af ríkjónum í kring hafi kannski ekkert verið svo óskaplega mikil, að þá litu samt allar þessar þjóðir til Kína með ákveðinni lotningu. Gríðarlega stórt land, gríðarlega stórt, ákveðin stöðuleiki, búin að halda sér eiginlega á flugi öldum saman. Ekki spurning og auðvitað með svona á vissan hátt svona ákveðna menningarlega yfirburði á svæðinu. Það að segja hinn smærri ríkin höfðu auðvitað tekið mjög mikið frá Kína og viðurkenndu í raun og veru að þau, sem sagt, að þeirra menning væru undir gríðarlega sterkum áhrifum frá Kínverjum. En síðan náttúrulega býður Kína algjör afhróð gegn Bretum 1839 fyrst í fyrra ópíumstríðinu, og það má segja að áratugur eftir það hafi bara verið sorgarsaga fyrir Kínverja, sem að, vandalega, ef við lítum bara á Kínverja sem Kínverja stjórnvöld, þá fulltrúar Kínverja kannski ekki svona almenningur sem hafði litla þekkingu á heiminum, en litu virkilega svo á að þeir væru einhvers konar miðja heimsins og þurftu síðan hreinlega að horfast í augu við það að Kína var alls ekki eins þróað og þeir höfðu talið sér trúum í samanburði við Evrópuríkin og Bandaríkin svona setna meir, og síðan kemur Japanin í þetta sem var eiginlega kannski versta niðurlægingin af öllu þegar að Kínverjar tapa í stríði fyrir Japanum 1895. Japan sem hafði alltaf verið svona litli bróðir og þetta heldur í sjálfu sér alveg áfram svona til ársins 1949 þegar að alþýðulýðveldið er sett á stofn, og það þá sem að Mao Zedong mun hafa sagt 1. október 49 þegar alþýðulýðveldið er stofnsett að kínverska þjóðin hefur risið. Og bara þessi orð eru svona enduróma ennþá í Kína. Það má segja kannski að síðan 1949 að þá hafa vonir Kínverja staðið til að sko kínverska þjóðin væri virkilega að rísa og það hefur kannski gerst mjög hægt. Sjálfsögðu áratugirnir eftir stofnun alþýðulýðveldisins voru mjög erfiðir og gekk á ýmsu. Það eru þetta stóra stökki fram af við og það er menningabyltingin og einangrun hreinlega frá heiminum og svo framvegis. Og það er efnislegu tilliti þá reyla hörnar Kína alveg fram að bara eftir 1980? Algjörlega. Og svona þegar að Kína fyrir að opna skakvart heiminum svona kringu 1978 þá er Kína í raun að vera mjög vanþróað ríki og fátækt mikil. Þannig að það var alltaf að segja að Kína hafi þá verið Kínverjar hefði þá verið búin að rísa á fætur. En hugmyndin er til. Já, hugmyndin er til og hún er mjög... Við vorum einu sinni glæsileg, algjörlega, og nú vorum við risin upp aftur. Já, algjörlega. Og þetta er ekki ómikilvægt. Þessi söguskoðun sem að ég er að lýsa, hún er ennþá gríðarlega mikilvæg fyrir kínverska ráðamenn. Hún er bara þetta tímabil, þetta 100 ára niðurlæginga tímabil, eins og þeir kalla það, að það er þeim ennþá svona mjög sterkur aflvaki til að sýna heiminum að núna er öldin önnur. Og það hefur sérstaklega styrkst kannski á undanförnum árum eftir valdatöku Xi Jinping. Þannig að á meðan við vorum að horfa á það sem að Kínverjar kölluðu svona friðsamlegt ris ríkisins árunum svona eftir 2000, þar sem að var lögð mjög mikil áhersla á það að styggja ekki aðra í heiminum, sérstaklega ekki svona þessi stórveldi eða svona þessi efnuðu ríki á borð við Evrópusambandið og Bandaríkin, að þá hefur eftir 2012 að þá hefur tónninn breyst svolítið mikið. Og hvernig þá? Já, hann snýst áslega mikið svona einhvers konar þjóðernishyggju sem að grundvallast einmitt á þessari hugmynd að kínverska þjóðin hafi risið á fætur og sé nú komin til að vera þjóð á meðal þjóða í heiminum og taka fullan þátt í öllu því sem á sér stað í svona global perspektífi. Nú skilur maður akkur kommunistaflokkurum myndi vilja halda þessu fram, því að í þessu felst eiginlega að hann sé tækið og hann eiginlega stýra endurist kínversku þjóðarinnar. En svona kínverskur almenningur, lítur hann svo á að þetta sé að gerast, að þetta sé saga sem að allir tilir öllum? Já,
mér sýnist að þessi hugmynd sé bara býsna útbreitt og hefur komið dálítið á óvart hversu svona almennt hún virðist vera viðtekin. Þjóðin skemmdi náttúrulega krumsarlega sterkt hugmynda. Já, það það og þetta sko nokkuð sem að kínverski kommunistaflokkurinn hefur í sjálfu sér verið að daðra við í marga áratugi. Auðvitað eins og við getum ímyndað okkur að eftir að Kína fyrir að opnast og það verið til einhvers konar markaðshagkerfi að þá verður náttúrulega strax til einhvers konar spenna gagnvart flokknum sem einráðum flokki í ríkinu. Fyrstulega þetta kommunistaflokkur og öll stefna Kína svona frá 78 og vel fram yfir aldamót virtist ekki markast mikið af kommunisma. Þannig að einhverju leyti virðist að vera mjög einkennilegt að þjóðinni sé stýrt af flokki sem að kenna sig við kommunisma þó svo að stefna flokksinn sé það alls ekki. Þannig að flokkurinn hefur raun og veru byggt sitt lögmæti að mjög miklu leyti á því hvað hann hefur stýrt ríkinu vel og hvað efnahagsmálin hafa gengið vel, hvað búið að vera mikill vöxtur í ríkinu og svo framvegis. Það er svo keisarinn hefði gert fyrir. Já, í sjálfu sér er þetta algjörlega hliðstætt. Og vissulega hefur gengið mjög vel á margan hátt. Ég meina, þetta er náttúrulega engu líkt sem við höfum hort upp á í Kína frá 1980 og svona alveg vel fram yfir 2010, alveg með ólíkindum að vera með 10-12% hagvöxt okkur einasta ári. Og það er alveg rétt umbreytingu samfélagsins, flutningar í borginna alveg ótrúlega óþekkilegt land. Já, og ég held að við gerum okkur sérstaklega kannski við Íslendingar að þið erum svo fá að það er svo erfitt fyrir okkur að gera okkur í hugalund hversu mikill mannfjöldi er þarna. Þetta er alveg með ólíkindum þetta er 1,4 milljarður manna og þegar við erum að horfa á þessar gríðalegu umbreytingar sem er að verða á þessu stærsta samfélagi í heiminum, borgarmyndunin. Ég held ég fari rétt með svona það bil að fyrir aldamót eða að minnstakosti 1990 eða svo, þá hafi svona 20% búið í borgum, 80% í dreifbíli og nú er það öfugt. Þannig að sko þetta er náttúrulega alveg ótrúlegu mannfjöldi sem hefur verið að flytja inn í borgirnar á mjög skömmum tíma og ekki fátakra hverfi í reisum sem er eins og krægi kringu borginnar eins og er í Afríku, Suður-Ameríku, Indlandi. Já, svona shantytown, það hefur ekki orðið til. Þannig að það er náttúrulega á margan hátt mjög aðdáunarvert að þetta skuli hafa tekist án þess að það myndi bara valda einhverjum hörmungum í raun og veru í ríkinu. Þannig að þessu leitinu til að þá náttúrulega hefur gengið mjög vel. En áður að ég missið inn í Kína, af því að ég byrjaði að spyrja svolítið út frá sjónarhóli Bandaríkjanna. Bandarísk utanríkisstefna hefur verið þannig að Bandaríkinn þola ekki að það rísi upp stórveldi í öðrum heims, ekkert stórveldi fái að vera inn á þeirra svæði, í Suður-Ameríku og í Ameríku. En það fái heldur ekki að rísa upp stórveldi á öðrum svæðum sem gætu byggt upp það að verða heimsveldi þannig að það væri ógnað en að það gæti komist inn á svæði Bandaríkjanna. Þess vegna hafa Bandaríkinn tekið þátt í að fella Japan, eins og þú nefndir, sem vildi verða stórveldi í Asíu, Sovétríkin sem vildi verða stórveldi í mörkum Evrópu og Asíu og þriðja ríki Hitlers náttúrulega. Bandaríkinn þola þetta ekki. Er það þannig að sko það að vera heimsveldi á kínverska máta sé þessi hugmynd sem er svona útrásar ríki eða vegna þess að eins og þú segir að þá eru 1,4 milljarðar sem búa þarna og það er náttúrulega kannski þurfaðar ekki að fara neitt. Myndur þú segja að vera kannski einhver munur á svona hugmyndir hvað væri heimsveldi upp á kínverska máta eða þetta sem að Bandaríkjamenn óttast að smátt og smátt geti Kína byggt upp einhvern svona hóp bandamanna og orði sko ógn við þá á svona heims. Já, ég er nú náttúrulega athyglisvert með sko með Bandaríkin að það ríkti náttúrulega mjög lengi vel svona einangrunarstefna og vissan hátt að þá voru Bandaríkjamenn svona meira að minna tilneittir til þess að skipta sér af báðum heimstyrjöldunum. Þeir voru ekkert sérstaklega hrifnir af þessari hugmynd. Þannig að svona þessi útþenslustefna Bandaríkjanna, hún er nú svona tiltölulega nýtilkomin
og svona fór ekkert kannski að bera á henni fyrir en eftir seinni heimstyrjöld þegar að var komin svona, já ok, var tvípóla heimur, það voru þetta Sovétríkin og var kaldastríð og öll sú barátta en svo eftir 1990 má segja að Bandaríkin hafi verið, já við vorum komið með svona unipólar heim og það kannski erfitt fyrir Bandaríkjum að horfast í augu við það að það ekki þannig lengur, það kann að vera en þetta alveg rétt held ég aðtuga því að það hefur verið svona ákveðin að mínu viti og að viti margra þeirra sem að hafa verið að rannsaka Kína og svona þeirra hafa svolítið þekkingu á kínverskri menningu, sögu og öðru slíku að það hefur verið svona ákveðin tilhneiging til að miskilja Kína og alveg áræðanlega heimfara upp á Kína einhvers konar svona kaldastríðsmódel eins og það sem að var notað til þess að skilja Sovétríkin og það held ég að sé ekki, það skilji ekki miklum árangri að því að hér erum að ræða í raun og veru allt öðruvísi ríki. Ég veit til dæmis að eftir að kaldastríðinu lauk þá voru margir sérfræðingar í Bandaríkjónum sem voru þessar sérfræðingar í Sovétríkjónum sem að svissuðu einhvern veginn eða voru teknir inn í svona hugveitur sko sem áttu að rannsaka Kína. Þannig að þeir voru bara að beita einhverju svona sovjetmódeli á Kína en hafði ekki hugmynd hvað þeir voru að tala í raun og veru. Sko Kína er allt öðruvísi ríki, það hefur aldrei sýnt neitt sérstaklega mikinn áhuga á því að fara í einhverja útþenslustefnu sérstaklega ekki langt út fyrir sín landamæri. Það hins vegar hefur alltaf verið mjög mikilvægt markmið hjá Kínverjum að treysta sín landamæri og sjálfsögðu með tímanum náttúrulega, ef við bara lítum yfir sögu Kína, þá náttúrulega hefur ekki alltaf verið svona stórt eins og það er, en með tímanum að þá voru svæði innlimuð í Kína en aðalega snerist þetta að treysta varnir og svona fá svona buffer zone og þess áttar. En það var aldrei neitt sérstaklega mikill áhuga á því að sko innlima aðra þjóðir eða eitthvað þess áttar. Ekki svona landvinningar? Nei, ekki svona landvinningar. Kannski frekar eins og Sovétríkin voru á kaldastríðsárunum að eiga Já. Einlima bæðin í Sovétríkin ákveðin svæði algjörlega sem hafa leist frá og svo náttúrulega Varsjárbandaleið nákvæmlega þannig að það er svo langt, það er bara aldrei síðan að Kína fór í gegnum þetta þroskastig. Stærstu kannski landvinningarnir voru á 18. öld það var þá þegar Xinjiang svæðin í vestri og Tíbet voru svona innlimuð eða þau voru hertekin. Tíbet snerist náttúrulega mjög mikið varnir og Tíbetar voru oft mjög skæðir gagnvart Kínverjum fyrr á öldum þannig að það voru svona stöðu vandræði með þessar þjóðir sem voru þarna út í aðrinum og með því að taka þær yfir að þá töldu Kínverjar að þeir getu í raun og veru stýrt þessu miklu betur. Það hefur nú ekki tekist það. Já, nei, það er nú alltaf að segja það eru, sko þótt að þetta sé náttúrulega frekar fámenna þjóðir þarna, þá hefur sjálfstæðisbarátta þeirra verið mjög sterk og á 20. öldinni og 21. öldinni og það virðist nú bara að halda áfram. Sko ef við, nú náttúrulega telur Kína 56 þjóðabrot og þessi þjóðabrót hafa miklu leyti ef við skoðum aftur í aldir. Þetta voru þjóðabrót sem voru yfirleitt á jaðri Kínaveldis en svona smám saman að þá voru þau, má segja, integreruð inn í Kína með svona tiltölulega friðsömum hætti. Það er að segja fóru að taka upp kínverska siði, matarmenningu, estetík, ritmál, mörg hver áttu ekki ritmál, tóku það upp og urðu bara svona smám saman að Kínverjum. Á margra alda tímabili en þetta var ekki þannig með sko Tíbeta og hvað þá með sko Úigur múslima sem að telja sig ekki eiga neitt sameiginlegt með Kínverjum sem að álíka alveg við aukast stiðast. Getur þú séð að Kína myndi sleppa þessu? Nei, ég get ekki séð það fyrir mér að það eru bara ómiklir hagsmunir í húfi. Það má náttúrulega líta fyrst á sko í dag held ég að Kínverjar gera sér grein fyrir því að vera með beinan aðganga að Himalajafjöllum þannig að ótrúlega mikla vassbyrðir sem eru þar og það skipta Kínverjar miklu máli, það er vassskortur í Kína þannig að áræðanlega eru þeir í þann veginn að finna einhverja leið til þess að tappa af þessu miklu byrðum inn til Kína
Það eru þurrkar og þú veist þessi svæði sem að voru frjósumustu svæðin í Kína þar sem að kínversk siðmenning var til svona í hérna, já það sem svona miðhluti, austurhluta Kína fyrir 3000 árum, 2-3.000 árum eru núna bara eyðimerkur. Þannig að það er gríðarlegur skortur á vatni, þannig að það er eitt. Það eru þetta einhver olía á þessum svæðum líka, en síðan held ég að hitt sem að skipti kannski meira máli er að þeir óttast í raun að vera svona ákveðna sko dóminóhreyfingu. Ef að eitt svæði myndi einhvern veginn takast að brjótast til sjálfstæði sem bara 56 önnur hann í rauninni. Já, kannski ekki alveg 56 en svona maður getur séð fyrir sér sko Xinjiang, maður getur séð fyrir sér Tíbet, maður getur séð fyrir sér innri Mongóliu sem að var hluti af Mongóliu og síðan eru önnur svæði eins og Gansu og Guangxi sem að eru svona minnihluta svæði þótt að það sé ekki bara eitthvað eitt þjóðabrót sem að býr endilega þessi svæði en þau gætu alveg fyllt í kjölfarið og svo náttúrulega það mikilvægast af öllu og það er þetta Tævan. Sem er náttúrulega öðruvísi fyrirbrigði heldur. Það er allt annað, já. Allt annað. Það sé náttúrulega allt annað. Tökum aðeins Tíbet og þessi svæði sem að þú nefnir. Hvernig fólk á þessum svæðum, hvernig horfir það á þetta stórkostlega kraftaverk sem hefur verið efnaslur uppgangur Kína? Eða hefur sá uppgangur ekki komið inn á þessi svæði? Er þetta afskipt svæði? Þau eru ekki kannski beinlínis afskipt en það er mjög umdeilt hvernig kínversk yfirvöld hafa beitt sér á þessum svæðum. Það virðist vera einhver trú á það svona svolítið einfeldningsleg trú að mínu mati að bara það að koma á velferð eða koma á svona efnahagslegum uppgangi á þessum svæðum að það verði einhvern veginn nóg til að sannfara íbúana að þeir ættu að tilheyra og láta af öllum svona tilburðum til sjálfstæðis eða eitthvað þess að þar. Þetta er auðvitað svona frekar barnaleg hugmynd vegna þess að það skortir í raun og veru á það að hlúa að þessum menningarheildum sem eru þarna og það er náttúrulega menningarheildin að skipta máli, tungumálin, menningin, sagan og svo framvegis. En Kínaveldi hefur ekki verið þannig, það innlemmer það kannski í fólk. Þetta er ekki eins og Otto mannaveldi þar sem að leyfði sko þjóðum að vera í svona pókum hér og þar. Þetta er ekki í svona kínverskri hugmynd að skilja það eftir þannig. Er þetta ekki frekar að kínverjarnir hafi svona hægt og bítandi gert alla, kannski svo frakkar, gera alla smátt af frakkum? Jú, allir það sé ekki svona einhvers konar markmið að á löngum tíma þá verði þetta svona frekar homogén þjóð og allir sáttir og sælir. Vissulega hafa er samt sko kínverska alþýðulífið tók náttúrulega upp svona svolítið sovjetmódel á sínum tíma, byrjaði því að skilgreina þjóðabrotin og það voru bæði sett á stofn svona sérstök héruð fyrir þessi þjóðabrot og líka sýslur innan héraða þar sem að þau nutu einhvers konar sjálfstjórnar. Þessi sjálfstjórn er að vísu svolítið tvíeggja sverð vegna þess að það merkir í raun að vera að þau heyra sko þessar sýslur og héruðin heyra þá beint undir miðstjórnina og kannski de facto njóta minni sjálfstjórnar fyrir vikið. En sko hugmyndafræðin á bakvið þetta var auðvitað svo að hver og ein menningarheild ætti að geta lifað nokkurn megin sjálfstæð, hlúðað sínum eigin menningararfi, tungumáli og svo framvegis. En það hefur bara ekki alltaf gengið eftir svona í raun og veru. Þarna er svona ágreiningur og það er sýnt að hann mun verða lengi ennum sinn. Já, það er auðvitað, sko aðalega snýst þetta náttúrulega sjálfstæðistilburði og ákvæmlega kannski túlkun yfirvalda á því sko hvar dreifum að línuna á milli þess að ástunda eða hlúa að sinni menningu eða að gera því skóna að þessi tiltekna menning sé svo ólík Kína að hún ætti frekar skilið að standa utan í Kína. Og það er bæði í tilviki sko Úigur múslima hvernig þeir ástunda Íslam til dæmis og í tilviki Tíbeta hvernig þeir ástunda tíbeskan buddhisma og auðvitað er það alveg rétt svo sem að þegar að Tíbet var svona de facto sjálfstætt ríki sem að var frekar kannski stuttur tími eftir aldamótin eftir að keisaraveldi hafði fallið 1911
og Kína var svona miklu leyti undir stjórn bæði erlendra afla en líka svona stríðsherra hér og þar, þá hafði yfirvöldur en að vera engin tök á því að stýra Tíbet, það var bara langt í burtu, sama gildir endar Xinjiang, að þá var þetta einhvers konar teokrasja í gangi í Tíbet svo sem Dalai Lama hafði líka pólitísku öld og þannig almennt gengið út frá innan Tíbets búddisma að Dalai Lama eigi líka að vera þjóðhöfðingi. Þannig að þessi svona, þetta tvöfaldar hlutverk sem að Dalai Lama leikur, að það náttúrulega Kínverjum mikil þyrnir í augum. Það ekki hægt að fella það inn í þeirra kerfi? Nei, þess vegna hafa þeir náttúrulega verið að reyna að koma með einhverja endurskilgreiningar. Þeir eru með sin eigin Panchen Lama sem á þá að vera einhvers konar trúalegu leiðtogi, en svo hann náttúrulega alltaf svo nátengdur kínversku stjórnvöldum, hann er ekki tekin alvarlega af Tíbetum, þannig að það gengur einhvern veginn aldrei upp að finna þessu einhvern farveg það sem hægt að leysa þessi mál. Þú sér það ekki fyrir þeirra að Kínverjar muni sætta sig við það og gefa Tíbet frelsi? Mér finnst það bara, sko, ég myndi segja svona, ef við föllumst á þessar svona hefðbundu skilgreiningar á þeim eiginleikum þjóðar sem að réttlæta að þjóðin ætti að vera sjálfstæð, þá held ég að Tíbet falli fullkomlega öllu leyti með ákveðin svona landamæri, svona geografísk landamæri með tungumál, þeir eru að vísa með nokkur tungumál, sögu, ákveðna menningu og svo framvegis, þannig að þeir raun og veru uppfylla öll þessi skilyrði. Þeir eru þjóðríki. Já, þetta er raun og veru þjóðríki, en það eru bara ómiklir hagsmunir í húfi. Þannig að ég bara sé það ekki gerast bara frá svona praktískum sjónarhóli. Það er eiginlega bara eins og að fyrir landlugt ríki að hafa aðgengi að sjó, að fyrir Kína hafa aðgengi að Himalajafjöllum. Já, og svo er þetta líka svona ákveð svona buffer zone gagnvart Indlandi, og það hefur lengi verið spenna á milli Kína og Indlands, þannig að auðvitað vilja þær viðhalda þessu. Má ég fara til Hong Kong áður Tævan? Hvað er það saga sem að mun bara ganga hægt og rólega að þetta verði bara eins og Shanghai? Já, mér sýnist að það sé með það sem er að gerast. Það hefur verið mikið að gerast í Hong Kong á undanförnum árum, svona fyrir COVID og aðeins inn í COVID. Mikil mótmæli. Gula reglífar og myndræn og glæsileg mótmæli hefðum. Já. Og mikil... En alltaf kynnti okkur að þetta er eins og krafa almennings auki frels og lýðræði. Það er eins og allar fréttir utan Vesturlanda þetta alltaf við sögum frásögnina. Hvað eru átakið þar? Hong Kong náttúrulega var eins og allir vita bresk nýlenda og Hong Kong eyja sjálf, hún hafði, henni hafði í raun og verið afsalað til eilífðar, til bresku krúnunar. Það var bara í samningi sem að Bretar náttúrulega þvinguðu kannski inn á Kínverja á sínum tíma, en þetta var samt samningur og það hefði í sjálfu sér ekkert verið því til fyrirstöðu að halda því til streitu. Hins vegar náttúrulega Hong Kong óx mjög mikið og var svona mikil efnahagsborg og sem að krefst á mikils vinnuafls, og það krafðist líka þess að það gerði að verkum að eigin var ekki nógu stór til þess að hýsa hreinlega alltaf fólk sem að þurfti að vinna á staðnum. Þannig að Bretar leigðu á sínum tíma Gálong svæðið sem er hérna fyrir norðan eyjuna, aðalega bara sem fyrir íbúðarhúsnæði fyrir þá sem að unnu í Hong Kong eða unnu við fjármálafyrirtækin og alla þá þjónustu sem er í kringum þau. En þetta var tímabundin leigusamningur, hann var bara til 99 ára. Þetta var 1898 sem að sá samningu var gerður og rann út 1997. Og þegar að Margaret Thatcher, hún nýkomin út úr Falklandseðastríðinu og mjög sigurviss og brött og fór þá í heimsókn til að ræða við Deng Xiaoping það hvort það var ekki hægt að framlengja hennar samning og svo framvegis. Sem hann 99 árið eða svo? Já, einmitt. En þá komum bara að lokuðum dyrum og það var bara mjög ljóst, þetta var 1980 upp úr 1980, það var mjög ljóst að Kínverjar ætluðu sér ekki að framlengja hennar samning.
og Breta sáða náttúrulega bara í hendi sér að það myndi ekkit vera mögulegt að halda Hong Kong og missa Kowloon-svæðið. Hvað var það ef við myndum að horfa á það sem eitt svæði, hvað var Hong Kong eiga stór hluti af Hong Kong þegar þarna komið? Kannski bara 20%? Já, ég myndi eitthvað svo leiðis, já. Svo ég var bara borgatúrnið og miðbærin ef að myndi missa Breiðholtið, Árbæinn og Grafavoginn og þannig að það myndi ekki fungera. Það myndi bara hreinlega ekki fungera og sérstaklega vegna þess að Hong Kong eiga var svona aðalega undirlagð fyrir fjármálastofnanirnar og síðan voru starfsmennir byggu flestir í Kowloon. Þannig að, já, eitthvað með þannig að það var hreinlega ekki raunsætt að ætla sér að halda Hong Kong eigu og missa hins svæðin. Þannig að það var í raun og verið ekkert annað að ræða en að skila Hong Kong og það var auðvitað gert 1997 og þá var gerður þessi samningur það að eða samkomulag, kannski getum við frekar orðað, að Hong Kong myndi haldast óbreytt í 50 ár, það væri svona 50 ára aðlögunartími þar til að það myndi verða þá bara eins og hver annar hluti af meginlandi Kína. 2 kerfi 1 ríki var þá 50 árin og svo eftir það þið bara 1 kerfi 1 ríki. Já, það var svo sem aldrei tala nákvæmlega það í hverju þetta myndi felast, þetta var svona frekar óljós samningur eða þetta samkomulag til 2047 sem sagt og en mér tjáð að mjög fljótlega eftir 97 þá fóru hlutirnir að breytast og það var strax svona auðvitað þurfti að breyta ýmsu, það voru þessi grunnlög voru sett í Hong Kong. Nú held ég að við verðum líka átt okkur á því að Hong Kong var náttúrulega ekkert lýðræðissvæði á meðan Bretarnir réðu yfir því, þetta var auðvitað nýlenda. Þannig að það voru Bretar sem að réðu yfir Hong Kong og það var lítið lýðræði ef eitthvað. En Hong Kong kannski upplifði svona lýðræðistímabil. Meira heldur en í Peking. Já, miklu meira heldur en í Peking. Eftir svona 84 og sérstaklega eftir 97 þá voru þessi grunnlög sem voru sett sem að, já, snérustu það að almenningur gat kosið og svona hafði að minnsta kosti að einhverju leiti það að ráða hver var við stjórn í borginni og svoleiðis og þetta hafði Peking líka svona ákveðin völd þarna en sko krafan snérist í raun og veru það að það var það sem að byrjaði þessi mótmæli þarna, byrjaði náttúrulega svona 2014 það bil, þannig að þessi regli var bylting, að þá var krafan bara almennan kosningarétt, að Hong Kong búar myndu fá að kjósa bara eitt atkvæði, ein persóna eitt atkvæði það hver myndi vera við stjórn í borginni. Það eru lengra heldur en það lýðræði sem nutu á tímum Breta. Jú, algjörlega og svona það lýðræði sem að þeir nutu þarna á þessum tíma, það var líka náði miklu lengra heldur en á tímum Breta. En það var nóg til að kveikja í almenningi að minnst kosti lang flestum að þeir vildu gjarnan halda áfram að njóta þessa lýðræðis fyrirkomulags og vildu víkka það út ef eitthvað er. En sérstaklega miðstjórnin í Peking í raun og veru tók algjörlega fyrir það að það því svona almennur kosningaréttur til þess að velja í stjórnunarstöður í Hong Kong. Og það snerust í raun og veru mótmælin. Síðan náttúrulega fór þetta út í framsalsréttin, ef þú manst. Það átt sér stað þarna glæpur, kona sem var myrt. Maðurinn flúði til Tævan og þá þurfti að reyna að fá hann framseldan svo að væri hægt að rétt yfir honum en það var ekki til framsalsheimild á milli Hong Kong og Tævan þannig að þá fóru ráðamenn í Hong Kong í það, Carrie Lam sérstaklega sem var þá æðstráðandi að setja lögum framsalsrétt á milli Hong Kong og Tævan og sem að fól þá vantarlega í sér aukin framsalsréttindi Kína og þá voru margir sem óttuðust að þetta væri í raun og veru ákveður svona bellibragð til þess að það væri hægt að sækja jafnvel þá sem að voru miklu lýðræðisinnar í Hong Kong og fá þá framselda til Kína. Þannig að þá spruttu upp aukin mótmæli vegna þessa framsalslaga sem að þá stóðu til. En núna á hvaða leið? Já, sko, það erfitt að segja, sko, það má segja, þetta virðist hafa koðnað svolítið mikið niður í COVID, þá dóu þessi mótmæli að miklu leyti út. Þetta var líka farið þetta var orðið mjög flókið, þetta var koðnið mjög margir ólíkir hópar þarna inn og ekki alltaf á hreinu hvaða hópa var að ræða.
Kannski allir sammála stöðu við kommunistaflokkin en kannski engin sammála það hvert Hong Kong ætti að þróast eins og oft gerist í svona uppreisnum. Jú, akkurat eitthvað í þá veruna sko en ég held að þessi framsalslög til dæmis þau fóru aldrei í gegn þannig að þau voru aldrei samþykkt voru ekki einu svona lögð fyrir held ég þingið sko en það er auðvitað sko komin mikil ritskoðun í Hong Kong sem var ekki fyrir hendi áður og svona dagblöð eins og Apple Times, South China Morning Post, þau njóta ekki sama ritfrelsis og þau gerðu áður og sama gildur sjónvarpsútvarpsstöðvar þannig að Hong Kong hefur auðvitað breyst. Það er orðið komið miklu nær meginlandinu heldur en það var og talsvert margir Hong Kong búar hafa nú þegar yfirgefið Hong Kong. Hvað er það? Hvort á maður að mæla það í fjölda eða stundum bara í peningum? Nú fer kannski best setta fólkið flýr. Já, og þau gerðu það nú reyndar sko þegar árið 1997 þá voru mjög margir sem sérstaklega þeir sem voru best settir. Þeim bauðst náttúrulega bara breskur ríkisborgararéttir? Já, kanadískan, gáttu keypt sér kanadíska ríkisborgararétt og mér skilst að í sko British Columbia í Kanada að það sé að miklu leyti byggt af fyrirværandi Hong Kong borgurum sem fóru þangað. Bretar auðvitað veittu Hong Kong búum möguleika á að flytja þangað þannig að ég þekki persónulega nokkra sem hafa flutt þangað og bara keypt sér fasteignir og búa þar. En ég veit ekki alveg hversu mikill fjöldi þetta en það er auðvitað mikið af sko. Hún breytast mikið borgin. Já, hún gerir það og auðvitað háskólar til dæmis, þeir hafa auðvitað breyst líka mjög mikið. Það er ekki óhætt að segja hvað sem að var óhætt. Þannig að það auðvitað gerir að verkum að háskólakennarar eru náttúrulega ekki eins spenntir fyrir því að starfa á þessum vettvangi, ekki þar. Þannig að það er ekkert ólíklegt að verði svona ákveð svona brain drain, að fólk flytji burt og vilja frekar búa einhver stað þar sem að það hefur möguleika á að tjá sig eins og það vill. Má ég staldra við þetta þegar þú nefnir háskóla, Kínverjar hafa náttúrulega stofnað bara talan þarna það hefur 80% í sveit og 20% í borg og svo snýst það við á 30 árum að það eitt hluti af því er að byggja upp sko háskóla og það eru útibú frá vestrænum háskólum einhvern veginn í samstarfi bara sprottuð upp, veit ekki hvað stofnabíla 2 háskóla mánuði eitthvað. Já, þeir eru margir. Eru þetta ekki svona frjálsar mentastofnanir á vestrænum skilningi? Ég þekki nokkur sem hafa farið þarna að kenna. Já, ég held að því miður að þá sé það svolítið mikið á niðurleið. Ég myndi segja svona á tímanum, svona Hútjentá tímanum það bil, svona frá 2002 til 2012 að þá held ég að háskólar hafi notið alveg svona talsverðs frelsis og það var ekkit verið að skipta sér allt of mikið að. Reyndar er það þannig í öllum kínverskum háskólum að það eru 2 rektorar. Annar rektorinn er svona akademískur rektor, hinn rektorinn tilheyrir flokknum. Og yfirleitt sá sem að tilheyrir flokknum er alltaf valda meiri heldur en þessi akademískur. Rússneski herinn. Já, það er soviski herinn sem var alltaf kommissarinn. Það er svona aðhald, já. Og var auðvitað alltaf aðhald, einhverju leyti. En þó upplifði ég að minnsta kosti í svona tíma þar sem að var ekkert mál að segja í raun og veru hvað sem er við kínverska nemendur en ég veit að þetta hefur breyst ansið mikið á undanförnum 5-6 árum. Hvaða áhrif hefur þetta og er það svona vaxandi millistétt í Kína? Eru það þarna einhverju svona draumar sem að risu og sem að hafa dofnað aftur? Við sjáum það þessi í Rússlandi þar sem að svona millistéttin hafði svona draum og fannst það að hafa brostið eitthvað 97 við kosningarnar og sá þessu hert aftur af svona möguleikur sem að þetta fólk sá á að geta lifað og starfað í svona opnu áhugaverðara samfélagi. Já, þetta er náttúrulega mjög athyglisvert sko vegna þess að nú hafa fjölmargir Kínverjar leitað í nám, sérstaklega framhaldsnám erlendis og ekki síst í Bandaríkjunum. Bandaríkjum voru alltaf svona fyrir landið fyrir stúdenta. Margir auðvitað til Bretlands og einhverjir kannski til meginlands Evrópu en lang flesti til Bandaríkjana. Og síðan snúaðir margir hverjir aftur, auðvitað alls ekkert allir, margir eru síðan bara eftir og ég átta mig ekki alveg á því en sko
það bendir allt til þess að megin þorri þessa fólks virðist að mestuleiti sætta sig við að starfsskilyrðin í Kína séu bara önnur og að maður þurfi bara hreinlega að vara sig svolítið á því hvað maður lætur út úr sér og hvernig maður tjáði sig. Ég veit ekki hvernig það var í Rússlandi og hver munurinn þar, en sko Kína hefur náttúrulega getað borgað mjög fín laun og ef þú ert á fínu launum þá getur þú lifað mjög góðu lífi og þú veist alveg nákvæmlega hvernig þú ert að hegða þér. Þú veist alveg hvað þú mátt segja og hvað þú mátt ekki segja. Þannig að það svona sjálfsreitskoðun sem að virkar alltaf langt best. Og gera það svona víðar, gera það hér, með það fram. Hún gerir það náttúrulega út allt, en hún kannski svona svo litið meiri þar heldur en hér. Þannig að ég hygg að langt flestir hafi bara hreinlega sætt sig við að þetta staðan. Þeir lifa bara samt góðu lífi, vinna sína vinnu og ferðast til útlanda og eiga kannski, ef þeir eru nægilega efnaðir, eiga kannski íbúð eða einhverja vistaverur annar staðar þar sem það ala mannin líka en sætta sig bara við að Kína svona, og ég hef ekki einhvern veginn fundið fyrir því að það sé einhver gríðalegu þrýstingur innanfrá í Kína að þessu verður breytt. Hins vegar náttúrulega megum ekki gleyma því að sko öll kínversk stjórnmál eru afskaplega ógagnsæ og við vitum við sjálfur sér ekki alltaf hvað í gangi. Nú kemur Xi Jinping og hann tekur við í 3. skipti og þetta voru auðvitað stór tíðindi þegar hann gerði það. Fyrsta lag var stór tíðindi þegar hún tókst að fá þessum lögum breytt 2018 sem að Deng Xiaoping hafði sett 1982 sem að snerust það að forseti gæti bara setið í 2-5 ára tímabil, 10 ár samtals. Þetta var auðvitað að koma í vekk fyrir að það myndi koma einhver annar Mao Zedong og í þessu fólstöðu ákveðin skilningur á því hvað völd geta verið spillandi fyrir einstaklinga ef þeir sitja of lengi á valdastóli, kannski bara eins og við erum að sjá með Putin í dag. En Xi Jinping tekst að fá þessu lögum breytt 2018 og síðan var hann auðvitað valinn. Þá voru margir sem að voru efins að hann yrði valinn í fyrra til þess að hefja nýtt 5 ára tímabil en við vitum í raun og veru ekki mjög vel hvort það hafi verið andstæða við þetta eða ekki, vegna þess að stjórnmálin eru svo ógagnsæ. Þannig að sko áræðanlega ef við bara veltum fyrir okkur stjórnatíð hans sem hefur auðvitað snúist ofsalega mikið það að ráðast gegn spillingu í kerfinu, það eitt af því sem hefur gert hann mjög vinsælan, en auðvitað það hefur verið mjög hagkvæmt fyrir hann og í raun og veru þessi taktíkin náttúrulega algjör snild í raun og veru að þú gerir eitthvað sem allir eru sammála að eigi að gera, en í leiðinni að þá getur auðvitað ítti hliðar öllum þínum helstu keppinutum og þeim sem að þér stendur einhver stökkur af. Og svo sem víða gert í politík eins og í Suður-Ameríku þar sem að stríðandi hópar eru alltaf að ákæra hvern annan fyrir spillingu og fangelsa. Algjörlega. En það eru svona, við getum sagt að séu sko í kínverskri politík að þá hafa verið svona ákveðnar hvað hefur að kalla það, svona einhvers konar hópa eða svona hópamyndanir sem að hafa verið að keppa svolítið mikið hver við annan og eru með ólíkar svona hugmyndir hvert Kína eigi að stefna, og þá getum við til dæmis talið upp ungliðahreyfinguna eða þá sem að kenna sig við ungliðahreyfinguna. Þetta ekki sko formlegir hópar, þetta svona meira einhvers konar armar innan flokksins og Hu Jintao myndi þá hafa verið hluti af því. Hu Jintao reyndi til dæmis að koma sínum manni Li Keqiang á sínum tíma, það mistókst. Li Keqiang að vísu forsætisráðherra hjá Xi Jinping, en völd hans eru afskaplega lítil og ber lítið á honum. Og við sjáum hvað mikill munur á því sko stjórnartíð eða stjórnarfyrirkomulagi Xi Jinping með Li Keqiang sem forsætisráðherra annars vegar, og svo þegar við horfum á sko Hu Jintao og Wen Jiabao sem var hans forsætisráðherra, og Wen Jiabao var miklu meira ábyrgandi heldur en Hu Jintao. Þeir voru svona miklu meira svona einhver dúó, en Xi Jinping bara einn algjörlega og hann verið ráða öllu.
En sko, ungliðarhreyfingin, hún hefur alltaf staðið fyrir í raun og veru svona auknu lýðræði að svona reyna að innleiða einhvers konar lýðræðisvæðingu innan flokksins, innan flokksins, kannski ekki endilega stefna að einhvers konar líberal lýðræði, frjálsendu lýðræði eins og við þekkjum það á Vesturlöndum, en samt að svona auka veg lýðræðisins einhvern veginn innan ríkisins og sérstaklega flokksins, en þessar umleitanir hafa ekkert gengið neitt í raun og veru undanfarin ár og það hefur frekar snúist í hinn áttina ef eitthvað er. Ef þá farið til Tævan? Já. Það Kína ætlar að innlimaða Tævan? Já, það með einum öðrum hætti, þetta vilja helst gera það með friðsamlegum hætti. Þar hefur verið svona, hvernig þetta að lýsa, hvernig stjórnkerfi þar hefur þróast það, því þú varst nú að segja okkur frá svona, hvernig Hong Kong var að feta sig í áttina meira lýðræði. Er þetta að segja það Tævan? Já, ég held að sé alveg að segja það Tævan og með allt öðruvísi hætti. Tævan hefur auðvitað verið svona de facto sjálfstætt, alveg síðan 1949-50. Það var auðvitað innræðið þar alveg eins og í Kína lengi vel. Chiang Kai-shek bara var innráður þar til að hann lést 76. Mao Zedong dó reyndar líka 76, það var stórt ár. Þannig hæfi. Já, og þá tók sonur hans við, Chiang Ching-kuo, og en það var Chiang Ching-kuo reyndar sem að innleiddi svona lýðræðisvæðingu í Tævan og ég maður rétt, nú ekki alveg vissum hvort ég var rétt með töluðan, minnir að fyrstu kosningarnar hafa verið 1986 frekar en 8 og síðan hafa verið haldnar kosningar reglulega og það var bara, ég menna það hefur svo sem gengið á ýmsu í ungu lýðræðisríki en svona í það heila þá hefur það bara gengið nokkuð vel. Þetta eru svona aðalega 2 flokkar sem hafa verið að berjast völdin, það er Kuomintang sem að var auðvitað sá flokkur sem að tapaði borgarastríðinu gagnvart kommunistum og flýðu til Tævan. Lengi vel völdum þrátt fyrir lýðræðið en er búin að missa þau, ekki? Jú, sem stendur, jú. Og var endar heldur ekki við völd árin 2000 til 2008. Þá var hinn flokkurinn sem að hefur verið svona helsti keppinu til Kuomintang, það er þessi lýðræðislegi framfaraflokkur eins og hann kalla sig. Og þetta eru ólíkir flokkar. Nú verður að hafa það í huga að samkvæmt Kuomintang og samkvæmt stjórnarskrá Tævan að þá er bara til eitt Kína sem sagt Kínverjar á meginlandinu Tævanir eru í raun og veru sammála um þetta eru ósammála um það hver á að vera fyrir stjórn þannig að sko í sjálfu sér að þá gerir meginland Kína tilkall til Tævan en Tævan gerir líka tilkall til Kína á vissan hátt en þá er það aðalega Kuomintang sem að stendur fyrir því síðan sko verður þessi lýðræðislegi framfaraflokkur til einhver tíman sent á 9. áratugnum en hann er allt annars eðlis hann er eiginlega byggður af fólki sem að hefur ekkert endilega þessi sterku fjölskyldutengsl við Kína, meginlandið engin svona söguleg tengsl og stefnir miklu frekar af sjálfstæðu Tævan sem að hefur ekkert með Kína að gera þannig að sko í Tævan þá hafa þessir flokka verið að vinna svolítið á víxl í stjórnmálunum það er nú vafalaust sko myndi ég halda sérstaklega hjá ungu fólki í Tævan að þeir sjá í raun og veru ekki að þau eigi neitt sameiginlegt með Kína lengur og það er svona í síðustu forsetakostningum að þá vann lýðræðislegi framfaraflokkurinn svolítið stóran sigur en svo voru reynda núna ekki fyrir löngu síðan voru svona sveitarstjórnarkostningar þar vann reyndar Kuomintang stóran sigur það er ekkert endilega einhver endurspeglun á vilja almennings hvað stöðu Tævan áhrærir, það kannski hefur bara meira að gera með einhver praktísk mál innan Tævan en það hefur samt gert að verkum að sko Tsai Ing-wen sem er núverandi forseti að hún hefur verið sagt af sér sem formaður lýðræðislega framfaraflokksins þannig að hún verður ekki í framboði næst og þau virðast ekki vera með eitt sterkan kandidat og þessar þingkostningar þessar forsetakostningar held ég eru bara mjög bráðlega eftir 1-2 ár og það er allt útlit fyrir það að Kuomintang vinni þær kostningar
Kuomintang náttúrulega orðið, hafði svo mikið tími liðið að ég held að Kuomintang sé kannski ekki alveg jafn harður á þessu prinsipi með eina Kína lengur og vill auðvitað líka höfða til mismunandi hópa innan Tævan sem að hafa engan áhuga þessu prinsipi eitt Kína. Þannig að þeir eru kannski fattir aðeins að draga úr því, en það sem að hefur gert kannski Kuomintang aðlaðandi fyrir marga innan Tævan það að vegna þess að þeir eru sammála miðstjórninni í Peking að það bara til eitt Kína, þá hafa þeir verið í betri aðstöðu til að komast svona að samkomulagi við þá ríkisstjórn. Þannig að lýðræðislegi framfaraflokkurinn leið og hann kemst til valda að þá fara alltaf í gang einhvers konar hugmyndir sjálfstæði Tævan og þess að þá fara heræfingarnar í gang hinum með við sundið og fólki finnst því ógnað og líður ekki vel og svo framvegis. Þannig að þetta gengur svolítið fram og tilbaka. Kínverjar, hafa náttúrulega talað þetta mjög lengi að þeir vilji sameina Tævan móðurlandinu eins og þeir tala og auðvitað stóð það til bara mjög fljótlega eftir að kínverska alþjóðalífið var stofnað 49. Þeir fóru bara strax í það að taka til sín aftur þau svæði sem að, eins og þau orðaða, voru raun og verið tekin af þeim með valdi. Þá aðalega af Vesturlöndum sem voru náttúrulega búin að skera Kína upp í áhrifasvæði á sínum tíma. Þannig að það var fyrst Xinjiang, svo var það Tíbet. Mongólia var svolítið sérstakt vegna þess að Kínverjar voru í góðu sambandi við Sovétríkin. Sovétmenn vildu að Mongólia yrði sjálfstætt ríki, yrði svona leppur og þetta er raun og verið eina svæði sem að Kínverjar hafa aldrei gert tilkall til. Sem að tilheyrði þeim áður á Qing-veldinu, síðasta keisaraveldinu. En Tævan var þá eina sem var eftir og það stóð auðvitað til að ná Tævan bara sem fyrst, en þá brýst út Kóreustríðið 1950. Bandaríkjamenn voru búnir að gefa til kynna að þeir myndu ekki koma Tævan til varnar. Þannig að í raun og veru höfðu Kínverjar bara frjálsar hendur að taka það með valdi. En síðan kemur Kóreustríðið og þá bara breytist heimsmyndin algjörlega. Bandaríkjamenn senda strax flota á vettvang, nota Tævan náttúrulega sem mikilvæga herstöð og þar með var það úr sögunni í bili. Og kannski enn frekar núna á þessum tíma heldur en oft áður að Bandaríkjamenn munu ekki leyfa Kína einhverja svona tilburði með Tævan. Já, þetta er orðið litið á þetta sem eitt af svona hættusvæðunum í heiminum, bara eins og Miðausturlöndið eitthvað. Já, það er mjög heitt og Bandaríkjamenn leika þetta svona svolítið tveimur skjöldum þarna, vegna þess að þú getur ekki viðurkennt sjálfstæði bæði Kína og Tævan, þú verður að velja. Það er bara til eitt Kína, þetta eru bara skilyrði. Og Bandaríkjamenn hafa síðan 1979 þá mynduðu þeir stjórnmálasamband við Kínverja og slitu raun og veru stjórnmálasambandi við kínverska lýðveldið sem Tævan. Kínverska lýðveldinu var þar að auki vikið úr Sameinuðu þjóðunum. Kínverska alþjóðalífið tók sætið þess. Þau geta ekki verið bæði þarna. Þannig að Bandaríkjamenn viðurkenna eitt Kína, þeir eru með stjórnmálasamband við alþjóðalífveldi Kína, þeir viðurkenna ekki sjálfstæði Tævans, en á sama tíma að þá hafa þeir heitið því að þeir myndu koma Tævan til varnar ef alþjóðalífveldi myndi ráðast á Tævan. Þannig að þeir eru þetta er mjög snúin staða í sjálfu sér. En Kínverjar horfa þeir svo á að Tævan mun verða hluta Kína svona einhver tíman og það skiptir ekki máli hvort það verði til 2 ár, 20 ára, 200 ár? Já, þetta er líka mjög góð spurning. Ég held að það hafi verið þannig mjög lengi að kínverskir ráðamenn hafi litið svo á að það liggi ekkit svo mikið á. Að status quo gangi bara alveg upp. Tævanar hafa náttúrulega fjárfest gríðarlega mikið, meginlandi Kína. Árið 2008 þá byrjuðu þeir með beinflug á milli meginlandsins og Tævan. Áður fyrir þurftu alltaf að fljúga í gegnum Hong Kong eða annars staðar. Þannig að ég held að það var litið svo á að þetta væri bara í hag beggja aðila að halda óbreyttu ástandi sem allra lengst. En það sem maður óttast kannski er það það sem ég óttast er að mig grunar svolítið að Xi Jinping
líti á þetta sem svona sitt persónulega markmið að vera sá sem að tekst að ná Tævan aftur til móðunarsins. Það var að gera fljótt því að hann að koma inn á aldur. 70 ár. Já. Það engin aldur. Hvað meðalaldur kalla í Kína? Það við stjætt. Þeir geta nú 86 ára eitthvað. Já, hann 16 ár. Þeir geta nú alveg tórað svolítið. Já. Þannig að þetta svona raunverulega á dagskrá, að íta á þannig að... Já, þetta raunverulega á dagskrá, en að sjálfsögðu eins og ég sagði áðan að þá vilja það náttúrulega helst vilja þeir að þessi sameining væri friðsamleg. Þeir gera sér alveg grein fyrir því að það að gera árás á Tævan er náttúrulega hugsanlega katastrófa bara fyrir alla sem eiga í hlut og það eru fjölskyldu tengsl þarna á milli. Þannig að það eru mjög margir Kínverjar sem að eiga ættingja í Tævan og öfugt náttúrulega. Þannig að þeir eru að ráðast á sitt eigið fólk og það getur orðið mjög ljótt, mjög ljótt. Þannig að það nú kannski ekki sambarlegt en kannski ekki svo hryllilega ólíkt á innrás Rússa í Úkraínu. Nei, tengslin... Það náttúrulega truflaði fjölda fjölskylduna bara sem mann fenguði þetta ekki til að ganga upp. En svo náttúrulega venst fólk hryllingnum að eitthvað föðulegan hátt, sko. Já, heldur betur. Já. Ég var svona svolítið erfitt með að trúa því að þeir geri það. En auðvitað, fólk átti líka mjög erfitt með að trúa því að Rússar ætlaðu að gera innrás í Úkraínu, þannig að maður, hvað veit maður? En þeir buðu Tævanum 2019 minni með að það hafa verið, þá buðu þeim að svona gera samningum sko eitt ríki, 2 kerfi, en þá hafði náttúrulega allt þetta verið að ganga á í Hong Kong, þannig að Hong Kong, það var ekkert líklegt að þeir hefðu fallist á það hvort þið en Hong Kong hjálpaði ekki til. Nei, hjálpaði ekki. Já. Kínverjar eru víða heim og hérna hún Hólmfríður Garðarsdóttir var hérna, vorum að tala Suður Ameríku og þá kom meðal annars fram að mörguleiti finnst sumum í Suður Ameríku bara betra að eiga samskipti við Kínverjana. Það er náttúrulega mikil saga og svona kúna tilburður alltaf í samskipti við Bandaríkjamenn. Það er erfitt að vera lítið ríki með svona stóra nágranna. Við þekkjum það sama bara frá Afríku þar sem að Kínverjar eru að bæði að standa verklugum framkvæmdum, leggja vegi og reisa alls konar mannverki en er líka að búa til samninga kaup á olíu og jafnvel bara mat og öllu. Mun Kína halda áfram að stækka svona með þessum hætti? Að stækka, hvað gætu við kallað, ekki svona beint áhrifasvæði en svona viðskiptarlega svona langdrægni sína. Já, ég held að það sé ekki spurning og ég held að Afríka gegni mjög stóru hlutverki einmitt í því sambandi og ég hef nú aldrei litið mikið á Suður-Ameríku í þessu samhengi. Það er að komi ljós þegar ég var að tala við hana Hólmfríði að svipa á Bandaríkjamenn gera stundum að gera allavega á tímabili fyrir Úkraínustríð og fleira að þeir ættu kannski voru að horfa yfir pollin yfir Kyrrahafið. Að þá komi ljós að það er náttúrulega sömuleyti getur það átt við nokkur ríki í Suður-Ameríku að þau kannski er eðlilegt fyrir þau að hugsa að ættu við ekki alveg eins að eiga viðskipti hinn áttina. Já, þau eru náttúrulega ekki eins kannski sögulega skilyrt af Kína og sama gildir náttúrulega Afríkuríkin sem að eru í raun og veru bara búa bara við vantrausti gagnvart þessum gömlu nýlendu veldum sko og alveg skiljanlega og satt að segja ef við lítum á það hvað Evrópa og Bandaríkin hafa verið að gera fyrir Afríku á 150 árum að þá er það ekki beinlínis eitthvað sem að hrópa húrra fyrir. Þannig að ég man til dæmis að Ingjaldur Hannibalsson heitinn sko sem var mikill Kína áhuga maður ferðaðist oft í Kína og reyndar ferðaðist út allt reyndar en hann talaði mikið það að minnstakosti er Kína að gera eitthvað fyrir Afríku og ég meina það er alveg góð punktur. Það er hægt að það hefur verið gagnrýnt mjög mikið það er svona svo stefna sem að Kína hefur tekið gagnvart Afríkulöndunum. Það hefur verið talað skuldagildrur og fleira í þeim dúr. Það hefur verið talað að það var nú bara svo Alþjóðabankinn og í vestræna bankakerfið hefur sko
fest Afríku í svona skuldagildrum. Já, einmitt sko. Já. Og með þess að Grikkland, við getum farið til Grikklands sem eru raunlega í bankagildru og neitt til þess að engafa eða flugvelli. Alveg rétt, já, alveg rétt. En auðvitað kemur þessi gagnrýni aðalega frá Vesturlöndum vegna þess að þeim finnst eitthvað pirrandi við það að Afríkubúar vilja kannski frekar vera í viðskiptu við Kínverja. Þetta er auðvitað að miklu leyti hluti af þessu belti og braut fyrirkomulagi þessu stóra plani sem að Xi Jinping hefur hreint úr vör og snýst innviði, snýst einmitt vegi, hafnir, járbrautir og svo framvegis en Kínverjar hafa vissulega verið að byggja skóla og svona annað slíkt í þessum ríkjum. Þannig að svona, þeir hafa verið að gera ýmislegt sem að hefur komið þessum samfélögum til góða. Spurningin er svo hvort að þeir séu raunverulega að egna til einhvers konar skuldagildru og það held ég reyndar ekki. Og það er ekkert sem að hefur verið sýnt fram á það þrátt fyrir að margir hafa ásakað Kínverja fyrir þetta. Það eru vissulega ríki sem hafa lent í vandræðum. Sri Lanka er eitt dæmi, Zambía er annað dæmi. Kannski tvö helstu Djibouti að einhverju leyti sko en bara fyrir stuttu þá sá ég frétt þess aðeins að Kínverjar voru búin að lengja í skuld Sri Lanka þannig að þú veist það hefur verið talið af þeim sem eru kannski hvað mestu er svona skeptiskastir á það sem Kínverjar að fást við að þeir ætti sína bara taka land og eigna sér það í staðin en þeir hafa ekki Afríku í eins konar kálgarð bara já, þeir hafa ekki gert þetta og ég veit að Zambía til dæmis er mjög skuldum vafið gagnvart Kínverjum en það hinga til að þá hafa Kínverjar ekki farið fram á að þeir láti sig þar með hafa einhver stór landsvæði eitthvað þess að það heldur hafa bara frekar reynt að lengja í þessum skuldalínum og gera ekki kröfur að til þess að lækka ríkisskuldir að þá seljur þau frá þér flugvellina og eins og Vesturland gera sko. Þótt að Vesturland takk í af þeim flugvellina þá eru bara vestræn fyrirtæki sem gera það. Já, akkurat. Það er náttúrulega þessi nýlendustefna getum við sagt. Já, einmitt. Nei, að vísu í Djibouti held ég eru Kínverjar með herstöð sem að þeir þá leigja af þeim en að öðru leyti þá hef ég að minnst ekki orðið var við að þetta sé einhvers konar stór strategía en þeir vilja vissulega hafa ítök í Afríku þeir vilja eignast vini í Afríku það skiptir á gríðarlega miklu máli Kínverjar upplifa sig áræðanlega á sérstaklega þessum síðustu verstu tímum sem dálítið einangraða að veit að Bandaríkin hefur verið að vinna mjög mikið gegn Kínverjum og Bandaríkin eru svo valdamiklir að þeir náttúrulega fá svona þessi auðugustu ríki svona svolítið í lið með sér þó að Evrópa hafa nú kannski ekki alveg stokki á hana vagn en svona Bretar svolítið þeir hafa verið að daðra við þetta þannig að sko bara innan Sameinuðu þjóðanna er rosalega mikilvægt fyrir Kínverja að hafa ríki sem að styðja þau og ég held að Kínverja sé alveg tilbúinir til þess að borga svolítið fyrir það sem að þýðir með öðrum orðum þeir eru tilbúinir til þess að koma með fjárhagslegt framlag til þessari ríkja þá auðvitað með það sko með þá von í brjósti að þeir fái þá eitthvað tilbaka svona pólitískan stuðning svo er auðvitað Rússland já það finnst mér líka að vera mjög athyglisvert fyrirbæri samskipti Kína og Rússlands sem að satt að segja hafa nú alltaf staðið á talsvert miklum brauðfótum og samskiptin, þetta er náttúrulega Kínverjar hafa hort á Rússland sem ógn já, alveg tímalaust og satt að segja ég meina það verða átök á milli Kína og Sovétríkjanna kringu 1960, vopnuð átök með þess að eitthvað mannfall og megin ástæðan fyrir því að Kínverjar fóru að daðra við Bandaríkjamenn upp úr 1970 var ótti við Sovétmenn þeir voru hreinlega hræddir við það að Sovétmenn myndi gera innrás inn í Kína Þetta eru ólíklegi bandamenn Þeir eru mjög ólíklegi bandamenn Það er oft neyðast menn í bandalag gegn erfiðum andstæðing Já, sameiginlegur óvinur Bandaríkjamenn eru kannski að búa til bandalag úr þessu Já, því miður þá held ég að það sé raunin ég myndur kannski ekki bara samt kenna Bandaríkjamönnum þetta, ég held líka að Kínverjar hafa verið að taka svolítið skrýtna stefnu undanfarin ár sem að já, við erum náttúrulega eftir að sjá hvernig hún þróast hlutinni geta auðvitað breyst mjög hratt aftur við vitum ekkit svona eins og þú gerðir skóna áðan við vitum svo sem ekkit hvað Xi Jinping verður hérna lengi og ef að hann fer frá
hvort sem að það verður af bara heilbrigðisástæðum eða einhverju öðru, að þá getur vel verið að það komi sko allt annað stjórnvald með aðra stefnu sem að kannski opnari heldur en verið hefur á undanförnum árum. En það ekki frekar að Bandaríkjamenn séu raunverulega svona endurskilgreinar stöðu Kína í heiminum heldur en að það sé afleiðing af breyttri stefnu Kínverja? Það svo Bandaríkjamenn svona bæði af áherslunum við að horfa yfir Kyrrahafið og líka þessa tilneyingu sem að þeir hafa að gæta þess að verði ekki til heimsveldi í öðrum deildum jarðar. Já, sko, nú það þannig í Suður Kínahafi að sko Japanir og Suður Kóreumenn og Vietnamar æskja þess beinlínis að Bandaríkjamenn séu með viðveru þarna á þessu svæði vegna þess að þeir treysta í raun og veru ekki Kínverjum og óttast að Kínverja verði ofvolduir á þessu svæði. Þannig að þeir eru í raun og veru að biðja einhvers konar bipólar fyrirkomulag þar sem að verður svona ákveðið aðhald með Kínverjum. Eins og Mexíkó og Kúba myndi óska eftir því að Kínverjar hefðu viðveru í Karibáu. Já, einmitt, já. Það svona frekar ólíklegt. Það Bandaríkjamenn myndu þola. Það spurning hvort það ættu að reyna að fá eitthvað á Kúbu eða eitthvað svoleiðis kannski. Endur við ekki að Kúbu til hérna. Herðu Geir, Kína svo stórt og mikið að við getum sittið hérna marga daga. Algjörlega. En ég held að við förum að hætta núna því að hætta að við göngum frá röddinni þinni. Þetta hlaðvarp á tímum öndunarfærasýkingana. Já, það rétt. Já, röddin að hverfa, smá saman. Þannig að ég fæ kannski að heyri þér aftur og þá kannski myndum við horfa meira inn í Kína. Já, það hljóma bara vel. Já, kæra þakkir fyrir komuna. Já, takk fyrir að hafa mig. Og áhorfendum og hlustendum þakka ég kærlega fyrir að hafa staldrað hérna við rauðaborðið og hlustað á Geir og aðra gesti hérna í kvöld. Ég bendi eins og oft áður fólki á að þið geti hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðunar. Það gert með því að dreifa efninu á þáttunum og læka síðurnar á Facebook og YouTube. Þið sem að viljið hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna, bæði þættina sem við erum með hér og frétta vefin okkar á samstöðun.is, geta gengið í Alþýðufélagið á samstöðuna og með því að gangi Alþýðufélagið og greiða þar félagsgjöld sem eins konar áskrift af samstöðinni, að þá eru þið orðin að eigendur að samstöðinni. En ég þakka ykkur aftur kærlega fyrir og segi gott í bili og góða nótt.